Held ég. Já. Herðu, komið sæl og velkomin á 28. fund íbúaráðs miðborgar Hlíða sem haldinn í dag, 22. mars. Og við erum hluti ráðsins niðri í Ráðhúsi og hluti er heima með fjarfundabúnaði. Og við bara vindum okkur beint í dagskrá fundarins og fyrsta málefni á dagskrá er málefni Hljómskólagarðs og hann er kominn til okkar sem gestur á fundinn, hann Þórólfur Jónsson sem er deildarstjóri náttúru og garða hjá umhverfis- og skipulagssviði. Er það ekki rétt, Þórólfur? Jú, það er ágætt. Rétt kynntur, já. Herðu, bara takk fyrir að vera með okkur og við hlökkum til að heyra plön fyrir Hljómskólagarðinn. Já, má ég sjá, ég ætlaði stilla þetta á skjáinn. Það er svo mikið sem svona. Já, við erum sem sé búin að vera undirbúa, eða búin að vera að vinna svona með Hljómskólagarðinn svona með hléum svona og þetta á að verða að stefnumörkun og þetta svona er í vinnslu. Og fyrst náttúrulega hvað erum að tala, er mynd af Tjörninni og Hljómskólagarðinum og Vatnsmýrinu, þetta er allt saman svona, hangir allt saman en við ákváðum að þegar við varum að tala um Hljómskólagarðin þá værum við að tala um þetta svæði og það væri sem sé afmarkaðist af Skotusveginum og síðan þessum götum þarna í hring. En stundum hefur hangið saman þarna flöt þarna norðan við Skotusvegin sem við kalla Ísbjarnarflöt og hún svona er stundum talin vera Hljómskólagarðurinn líka en svona til þess að einfalda þetta hjá okkur þá ákváðum við að þetta væri svæði sem við ætlum að fjalla um og ég ætla fyrst að nefna samhengið aftur að við erum að gera alls konar í rauninni sem allt saman hefur svo sem tilgangi í þessu samhengi. Við erum að vakta vatnafarið alveg út undir eða frá Öskjuhlíð og það er svona kannski aðal ástæðan fyrir því að farið var í það er bygging Hlíðarenda hverfis og síðan það er verið að vakta rennslið grunnvatnsstreymið og borið saman við rigningu og annað úrkomu og svoleiðis og þetta er sívöktun þannig að við vitum heilmikið hvað er í gangi. Nú síðan erum við með alls konar lífríkisrannsóknir og höfum gert undanfarin ár. Það eru á vöktun á lífríkinu og við höfum fylgst með fuglalífinu í bara 10 ára, eigum langa seríu og svona almennt það sem við erum að sjá á þessum allra síðustu árum að það er svona virðist vera bati í kerfinu og þið hafa kannski tekið eftir öllum þessum gróðri sem er í Tjörninni sem að fyllir hana svona þegar kemur fram á sumarið þessi mest svokallaða nykra sem að vex á botninum og þetta er í rauninni bara bati á kerfinu að það sé komin vatnagróður og síðan er alls konar aðra lífverur sem að vaxa á þessum botngróðri og það verður til dæmis til að það verður ekki svona þörungablómi eins og gerist fyrir bara ekkert mörgum árum. Þá kom svona bláþörunga alda yfir og sem að þá verður súrefnisskortur í Tjörninni og það er ekki góð kerfi sem að fara á kaf í svona þörungablóma. Þannig að svona almennt, annars að ég ætla að fara lengur út í það væri hægt að hafa sérstaka kynningu bara þessar lífríkisrannsóknir. En ég ætla að tala það sem við höfum verið að vinna með líka sem er þá að reyna að gera stefnumörkun fyrir þá Hljómskólagarðinn. Hann er sem sé svokallaður borgargarður í aðalskipulagi en í rauninni er sú skilgreining fjallar fyrst og fremst að það sé einn af þessum stóru mikilvægu görðum í borginni og í aðalskipulagi stendur þetta meðal annars hann, skrúðgarður sem er eldri en 100 ára og fellur
fellur undir ákvæði laga um menningarminjar vegna aldurs. Hann nýtur því friðunar samkvæmt lögum og megin áhersla í skipulagi svæðisins að undirstrika stöðu garðsins og lystigarðs í miðborginni. Þetta kannski ekkert rosalega efnismikið þegar maður fer að rýna í það. Hann sem sé gamall í miðborginni og er lystigarður. En náttúrulega svona við erum að reyna að prjóna í kringum þetta og tjörnin náttúrulega gefur garðinum karakter og svona kannski helsta aðdragstaraflið. Og eins og ég nefndi áðan þá tjörnin mjög mikilvægt lífríki og það hefur verið staðfest í kannski svona í rauninni stefnumörkum borgarinnar að fuglalífið og lífríkið það hefur ákveðin forgang ýmsa aðra hluti sem mönnum hefur dottið í hug að gera í tjörninni til dæmis. Nú, garðurinn hefur þróast í skrefum og það hefur svona stundum verið teiknað upp eitthvað skipulag sem aldrei hefur síðan verið framfylgt alveg frá því að var teiknað fyrst einhvern tímann og þar síðustu aldamótum. Og svo náttúrulega er ákveðinu svona kostir eða alls ókostir við hvar hann í sveit settur. Það þessi stóra umferðargata eða sérstaklega náttúrulega hringbrautin og svo náttúrulega flugumferðin þarna yfir. Og þessi garður hefur alltaf verið, og þið kannski kannast við það sem hafa verið þarna norpa stundum þegar norðanátt og á að vera falleg og góðu dagur. Og þá einhvern veginn alltaf svo kalt þarna og það líka hafgólan sem kemur seinnipartinn sem kemur þarna yfir. Þannig að það svona stundum vantar hérna skjólið. Nú, sjá. Kemur hérna yfir. Það ekki skif. Já. Nú situr allt fast hérna við vill ekki. Þannig að var ég nokkuð að hlaupa hérna yfir, fyrirgefið mér aðeins, vill ekki hérna alveg hlýða mér hérna tölvarana. Ég hefði kannski hlaupið yfir en það ekki svo, allt í góðu. Já, hérna sem sé svona cirka núverandi staða sem við vorum búin að teikna upp og við komumst að því að í rauninni áttum við ekki almennilega teikningu á öllum garðinum. Það hefur svona oft verið unnið með einstaka hluta í garðinum og þannig að fyrsta sem við vorum í rauninni að gera það var svona að ná utanum bara hvernig garður núna og hérna þarna á þessari teikningu er svona merkt inn svona þetta helsta, það eru styttur og það eru leiksvæði og hljómskálinn og vaðlaugin og svo framvegis. Ég get náttúrulega sendt ykkur þetta síðan bara í framhaldinu þessar glærur og síðan erum við þá að velta fyrir okkur svona hlutverki til framtíðar og kannski svona staðhæfing að þetta sem sé lystigarður og skúrgarður eins og aðalskipulagið segir, en líka að svona garður þarf í rauninni að geta þróast í tíma með nýjum óskum notenda. Að svona garður getur ekki bara frosið fastur, þetta er ekki óbreytanlegt sögulegt minnismerki þó að sé ákveðin element þarna sem maður þarf að bera virðingu fyrir. Að hann þarf, og hann hefur auðvitað gert það koma nýjar þarfir og óskir og við erum að bregðast við því. Og þetta almenningsgarður og þá þarf hann að uppfylla þarfir og óskir sem flestara notenda. Við erum að tala aðgengi fyrir alla, við erum að reyna að búa til rými fyrir svona flesta notendahópa og við ætlum að reyna að gera það líka þannig að við séum að forðast árekstra þeirra sem að vilja vera með kannski meiri hávaða í gæsalöppum og meiri hreyfingu og einhverja hinna sem að vilja kannski frekar vera þarna í frið og ró. Og einhver svona tilraun til að gera hnotskurn hljómskálagarður lystigarður, skrúðgarður með fjölbreyttum trjágróðri og blómum þar sem rými fyrir leik og friðsæla dvöl. Og síðan náttúrulega hangir þetta líka með búsvæði, lífríkið, að þetta mikilvægt svæði
sérstaklega þá sjálf tjörnin. Og skilji ekki af hverju þetta vill ekki fletta hérna alltaf hjá mér. Það er einhver pickles á. Hleypur í einhvern pickles hérna stundum. Jú, hérna. Og hérna bara hæg hjá mér. Afsakið það. Og hérna við höfum svona reynt að nálgast þetta meðal annars með þessu. Ég ætla nú ekki að fara onni í þetta í dítil en svona þegar við erum að svona velta fyrir okkur hvað er í garðinum og hvað ætti að vera og svona þá eru til svona greiningaraðferðir ýmsar og þetta er þekkt aðferð. Greiningaþættir Gran, 8 greiningaþættir Gran, sænskur gaur sem að stendur fyrir þessu og þá erum við svona að reyna að rýna hvernig garðurinn er að þjóna ákveðnum svona grunnþáttum sem að garður eigi að þjóna og kenningin er svona að eftir því sem að garður uppfyllir fleiri hluti að þá því betri og fjölbreyttir er garðurinn. Garður þarf ekki að vera slæmur þó að hann uppfyllir ekki allt og sé kannski mest eitthvað. En það er allavega svona almennis garður, hann ætti gjarnan að innihalda fjölbreytta hluti og síðan erum við svona náttúrulega að skoða hvað er í gangi þarna. Við erum með alla þessa viðburði. Þekktustu stóru viðburðin er náttúrulega 17. júní og menningarnótt. En við erum líka í seinni tíð líka með gleðigönguna og Color Run. Það er ýmislegt fleira og kannski svona sem er ekki af þessari stærstu viðburðum en ýmsir viðburðir sem að taka rými. Og svo erum við náttúrulega með daglega notkun íbúa og það er gestir og þar á leiðandi er þetta einhverju leyti hverfisgarður en leið er hann líka miðborgargarður. Það er fólk sem á þarna erindi bara í gegn. Það er straumurinn til dæmis upp í háskóla fyrir gegnum garðinn og fleiri leiðir út úr miðborginni í áttina að BSI og svona, þannig að það eru gegnumgangur bara, gegnumstreymi. Það eru til dæmis íþróttir, mennskælinga, hljómskólinn er stundum með einhverja viðburði og þarna má náttúrulega telja upp helling fleira. Og síðan ætlum við svona að renna yfir hvað hefur komið fram úr verkefninu Hverfið mitt. Hvað hefur verið framkvæmt, það er svona ákveðin svona tékklisti og síðan svona velta fyrir sér hvað er hljómskálagarðinn sem aðrir garðar hafa ekki, hver er sérstaðan og það er náttúrulega blasir kannski við að þetta er svona menning og náttúra að einhverju leyti og við erum svona með svona kannski þrengri pælingar hérna með aðkomurnar, síðan samhengið, hvaða að við séum með kannski einhver samræmda efnisnotkun, götugögn og við erum með einhverja sjónlínur sem við viljum reyna að passa upp á og hérna og síðan er þetta við tengingi við tjörnina, kannski viljum við geta tengt komist nær tjörninni á einhverjum stöðum en auðvitað er fuglalífið alltaf númer 1 og við erum þarna með vinnusvæði og vinnuskúra sem að eru kannski mætti huga betur að ekkert sérstaklega kannski fallegt. Og við ætlum að enda þetta í einhvers konar greinargerð þar sem að við förum yfir þetta svona sirka það sem ég er búinn að vera að tala í einhver aðeins lengra máli og sem er einhver svona koma út úr því og það er verið að sem sé annars vegar greinargerð og hins vegar uppdráttur, aðaluppdráttur og kannski einhverjir svona þemauppdrættir sem að sýna svona, já, einstök þemu. Þannig að við erum ekki búin að þessu, þetta erum við að vinna og eftir svona samtali við Margréti þarna fyrir daginn einhvern tímann, þá var það niðurstaðan að ég myndi svona bara kynna þetta aðeins og það er í rauninni bara ekkert slæmt að kynna svona hluti í vinnslu og við náttúrulega viljum gjarnan heyra þetta frá og ætlum okkur auðvitað svona að bera þetta þá undir minnstu kosti samstarfsfólk í garðyrkju og víðar og bara mjög auðvitað íbúar að þau náttúrulega sjálfsögðu væri æskilegt að fá hérna ef það er einhver sjónarmið sem við eigum að taka inn og
og við auðvitað munum koma með þetta aftur þegar við erum þá komið með þetta í einhverja meiri mynd. En ég ætla í lokin bara að nefna það sem að er í gangi í rauninni í framkvæmdum og þetta verður væntanlega gert bara í sumar og það er kannski svona það sem að kjarnar svolítið, svæði sem að kjarnar svolítið það helsta sem er í gangi í Hljómskálagarðinum alltaf, það stærsta plássið, það er þarna flötin þar sem að leiksvæðið er og þar sem að viðburðir hafa verið haldnir og það er þá, verkefnið er þá núna að bæta þessa flöt til þess að taka við þessum viðburðum því að við einlega hrukkum svolítið við þarna þegar var þarna fótbolta heimsmeistaramótið var og það var þarna svið og það var verið að fólk þarna, það voru miklu meiri viðvera í garðinum þannig að flötin í rauninni fóru algjörlega í klessu eftir það sumar og náttúrulega svo sem við vissum fyrir að hún er mjög illa stakkbúin að bera svona stóra viðburði, sérstaklega ef það er rigning þá er stendur grunnvatn þarna hátt þannig að það í rauninni verður allt bara að drullu. Það gerðist það sumarið. Það var nú kannski ekki heldur besta veðrið. Ja, við erum þá að undirbúa framkvæmd þar sem sviðið og hefur oftast verið og það svona er reynslan að það sé góðu staður og þeir segja það líka viðburðarhaldarar sem að við höfum verið í samskiptum við að sviðið er þarna þá það sem að hvort að þið sjáið músana hjá mér sem að það sem að því sem þekkið það sem að sviðið hefur oftast verið og það er allir með þessum sé að hækka aðeins upp landið þannig að það verður svona kannski smá brún þarna svona svona í hníhæð, sethæð cirka og síðan allir með það að reyna að drena flötuna og breyta aðeins hallanum á henni þannig að það svona renni af henni. Við ætlum líka að setja í hana vökunarkerfi þannig að við getum þá vökvað hana þegar svo þarf að vera og hún sé þá líka drenuð þannig að það safnist ekki fyrir vatn þarna og við reiknum þá með að eins og hefur verið gert að aðkoma fyrir viðburði er hérna frá Hringbraut og við ætlum að þá byggja undir þetta svæði þannig að það þoli sviðsvagn og þoli einhver svona tæki og sem að fylgja svona viðburðum og við erum svona líka með hugmyndir að hérna til hliðar gæti þá verið einhver þjónusta kannski matarvagnar en aðal verkefnið verður í rauninni sjálf flötin að byggja undir hana og gera þetta svæði fyrir viðburði já. Við erum líka að velta fyrir okkur leiksvæðinu og erum svona búin að það eru hugmyndir þar í gangi og það vissulega var kosin þarna tillaga að hressa upp á leiksvæði þannig að það er svona eitt af verkefnunum svona það sem við ætlum að ná lengra heldur en bara að horfa svona gróflega í stefnumörkum fyrir allan garðinn. Það er líka að koma þarna hristitæki sem voru kosin í síðustu kosningum og það er sýnt hérna þessari mynd staður fyrir salernisaðstöðu, það reyndar nú ekki held ég aur fyrir því að þessu sinni en þetta er svona hlutir sem að blasa við að þarf að fara í á næstunni en já, annars er þetta bara var síðasta glæran held ég. Herri, já, takk kærlega fyrir þetta yfirlit, Þórólfur. Og takk fyrir að koma og við höfum svo oft fengið til þess að ræða við okkur Klambratúnið. Það er bara frábært að fá svona yfirlit hvað er að fara af stað með í Hljómskálagarðinum og gott að heyra af þessum áformum. Það kom spurning og þið með endilega gefa mig merki að þið viljið spyrja en Örn, þú varst með spurningu, gjörðu svo vel. Ég er kannski með tvær spurningar, ég byrja bara á því sem við vorum að skoða núna í endan. Gott að sjá að gera viðburðarsvæðið svona áhugaverðara og þá leiðir náttúrulega vonast maður til þess að verði meiri nýting á því.
Ég að velta fyrir mig hérna, þessi framkvæmd til þess að ná fram halla og grenað og annað, tekur það allt sumarið eða er þetta bara eitthvað verkefni sem er unnið í vor? Það er nummer 1. Númer 2 er ég að velta þess fyrir mér starfrættisvæðin, endilega hvetja til þess að það sé tekið í það er mikið kallað að klappa á nýðan og eða það sé kallað fyrir þarna. Aðeins að spá í sambandi við þessa matarvagna. Er hugsunin að þeir verði þarna í tengslum við viðburði eða með einhverja lengri viðveru og hafa þeir þá aðgang að rafmagni eða einhverju slíku sem fylgir. Ég bara hugsa hvernig viðburðarsvæði og hvernig garðurinn virkar út frá þessum hugmyndum sem þú teikt þarna, Þórólfur. Frábært að heyra þetta, en bara aðeins svona praktíkin á þessu. Svo langar mig aðeins að spyrja eitt aðeins eldra mál, það tengist Tjörninni. Ég var að rifja upp að við fengum einhver varnaðarorð vatnsbúskap í Tjörninu og Vatnsmýrinni, að það hefði eitthvað dregið úr því eða það hefði orðið með einhverjum öðrum hætti. Ég man ekki nákvæmlega að þetta kom einhver skýrsla, hvort hún var ekki frá heilbrigðiseftirlitinu eða einhverjum slíkum, að það hefði dregið úr einhverju vatni og það hafði heljarinnar áhrif. Allavega var þetta áberandi í fjölmiðlum, man ég eitthvað, en nú sýnir þú okkur myndir það sem sem eru kannski að gefa vísbendingum annað, og þess vegna er að spyrja, eru þau mál, eða þú manst þetta örugglega betur en ég, hvað menn voru að hafa áhyggjur af fyrir 2-4 árum í sambandi við vatnsbúskap í Vatnsmýrinni og hvernig það skilaði sér inn í Tjörnina og hefði áhrif á það, hvort að það sé í rauninni eitthvað sem er búið að ráða bót á eða er ekki sérstakt áhyggjuefni lengur. Það er þetta tvennt kannski. Ok, fyrst með viðburðarflautina, þetta er nú ekki alveg kannski mínu borði með útboðið á þessu, en ég svo sem fylgist með því, þetta er framkvæmdaskrifstofa sem að býður þetta út, en það er svo sem, þetta er það umfangsmikið framkvæmda, það er hætta á að þetta muni taka einhvern tíma þannig að ég held að verði, þetta er það mikilvæg framkvæmd, ég held að verði þá að fórna kannski því að það sé ekki hægt að nota flautina í sumar. En þetta er samt ekki búið að tímasetja þetta nákvæmlega. Ég þori ekki alveg að fullyrða hvernig þetta mun lenda í tíma. Þetta er ekki, útboðið held ég ekki farið út, þannig að þetta kannski verður ekki, þetta liggur ekki alveg fyrir, en þetta er það umfangsmikið að það er ekki hægt að gera þetta bara 1-10 eða þá gera þetta í vetur eða eitthvað svona. Það verður að búa við það að á meðan þetta að þá verður bara flautin ekki brúkleg, bara því miður. En svo varst að tala það var nú hökti nú aðeins þegar þú varst að spyrja matarvagnarsvæðið. Já. Ekki? Hvað það sé viðvarandi? Já, nei, það er ekki hugmyndin að verði viðvarandi matarvagna, heldur þetta séu bara eingöngu svæði og þetta getur alveg verið bara dvalarsvæði líka án þess að það séu einhverju matarvagnar, en hugmyndin var að þegar eru viðburðir þá gætu þeir verið þarna. Þannig að það þarf í rauninni líka að taka svona einhvern kúrs það að það sé ekki bara taumlausir viðburðir þarna alltaf, heldur alveg saman þú við séum að laga þetta, þá mun vera einhver takmörk fyrir hvað svæðið þolir. Þannig að allavega af svona stóru viðburðum. Ég held að kannski að það getur verið hellingar á litlum viðburðum þess vegna allt sumarið, en svona risa viðburðir eins og 17. júní og menninganótt, og ég held að gleðigangun og það er líka orðinni risa viðburður, þannig að það þarf allavega svona huga því að þeir séu ekki of margir. Nú síðan ertu að hugsa þarna með Tjörnina, það er ýmislegt sem að hefur svona verið að velta upp í sambandi við vatnsbúskapinn í Vatnsmýrinni og Tjörninni. Það hefur verið ágefni hvort það væri örugglega nóg vatn stundum og það kom í ljós að það munaði þegar eru þurrkasumur og munaði eitthvað affallsvatn sem að veitur að setja út í kerfið þarna einhvers staðar ofarlega, af því að í þurrkasumrum þá er alveg á mörkunum að það sé nóg vatn. Síðan erum við að búa við það til dæmis núna í vetur að það er bara allt og mikið vatn. Það gerðist í einhvern annan vetur að þeir fengu bara flóð í Norrænhúskjallarann.
En þannig að við erum að skoða aðeins þetta, hvort við getum stýrt þessu betur að verði ekki flóð á veturna þegar þannig og hins vegar að við þurfum að gæta þess að við séum að fá nóg vatn þegar eru þurrkasumur. En það er fleira, það er náttúrulega gæðin á vatninu. Við höfum fyrir löngu síðan að þá var vatnið dæmt mjög slæmt í Tjörnin, það var 2007 og þá var farið í alls konar leit að rangtengingum í holræsakerfinu, það fundust einhverjar slíkar og þannig að það er svona ýmislegt sem þarf að huga að og auðvitað er þetta svo rosalega raskað og manngert kerfi í alla staði þannig að við erum með náttúrulega byggingar upp eftir öllu kerfi og þannig að það má kannski ekki líta of mikið á þetta sem þetta er auðvitað náttúrulegt svo langt sem það nær en mikið manngert kerfi. Já, ég veit ekki hvort að þetta er það sem að þú varst að hugsa Örn, en það kann að vera eitthvað fleira. Það er ýmislegt svona þegar maður horfir aftur sem að við höfum svona auðvitað var ágefni að fá heilt hlýðarenda hverfi ofan á kerfi. Þess vegna var náttúrulega farið í þessa vöktun alla til þess að geta fylgst með og það er búið að passa upp á að vatni sé ekki hleypt í burtu. Það var til dæmis þegar þessar byggingar bara askja hreinlega og byggingarnar þar, vísindagarðarnir, að það þarf að gæta þess að það sé ekki verið að drena vatni burtu út í Skerjafjörð. Þannig að það þarf að þétta og það var líka gert þegar Hringbrautin var byggð að það var gætt að því að það væri þétt efni sem að Hringbrautin væri ekki að drena burtu allt vatnið. Þannig að það þarf stöðugt að vera að gæta sín með þetta kerfi. Takk fyrir greinargóð svör, Þórólfur. Við erum með fjóra hérna í viðbót sem vilja spyrja það. Sigfús, viltu gjörðu svo vel? Já, takk fyrir þetta og fín yfirferð, Þórólfur, takk fyrir þetta. Ég er formaður íbúasamtakanna hérna í Tríðahverfi, þetta sé náttúrulega ekki kannski í hverfi Hlíðum og því að þá hefur maður bara áhuga sem borgarbúi. Og ég náttúrulega nýtt með þessa þjónustu að fara niður í Hljómskálagarðinn og nýtt með þegar það er eitthvað viðburður og alveg rétt sem þú segir að þegar norðan vindur þá oft kalt þarna og ekki beint það eilint að vera en dansvalur garður enga síður. Ég það velti fyrir mig, nú erum við með annan svona kannski öðruvísi garð en enga síður í nágrunni okkur í Hlíðunum í Klambrartúni. Ég velti fyrir mér vægi viðburða því nú búið að gera ýmislegt svona ráðstafanir í Klambrartúni, það svona komið svið og það svona hellulegt og þetta. Ég myndi að hafa ágjörð hvort það sé verið stundum ofhlaða viðburðum að því að ég hef alveg tekið þetta sem þú segir, stundum ef það ekki það meiri vindur að þá verður þetta svolítið svona blautkennt að vera í grassinu og svo finnst mér oft eins og þegar það eitthvað viðburðir þá verið að setja einhvern smá tjöld þarna bakvið fyrir listamenn eða annað slíkt og þetta virkar alltaf svona bráðabirgða, það að segja rafmagnslínur ofan á og þetta svona sem ekki frá gengi, svona velti fyrir mig hvort að þessi kannski hluta þessari greiningu sem þú ert að leggja fyrir það eftir að þessi garður verið eingöngu fyrir ákveðna tegunda viðburðum meðan kannski matartengt eða tónleika eða eitthvað slíkt, það verið annars staðar eitthvað slíkt, bara þannig við sem ekki ganga of langt kannski á gæðum garðsins. Takk fyrir mig. Á ég ekki bara taka þetta beint, Margrét, eða? Jú, gjörðu svo vel. Já, að einhverju hluta er þetta líka náttúrulega þeir sem að viðburðahaldararnir sem eru að sækjast eftir að vera á ákveðnum stöðum en auðvitað eigum við að snúa við að við séum með svæði sem að henta og þannig að við náttúrulega erum að búa til svæði þarna sem að hentar ákveði stórum viðburðum, stærstu viðburðir þeir þurfa að vera til dæmis á Klambrartúni því að það er ekki, þetta svæði tekur ekki allra stærstu viðburði. Það er kannski oft vitnað í þessar stærstu tónleika eins og Sigurrósa tónleikarnir og Landsbanka tónleikarnir og menningarnótt þarna einhvern tímann og svoleiðis. Það er miklu meira pláss til þess að hafa mikinn fjölda á Klambrartúni en þarna er samt auðvitað nokkuð stóri viðburðir og aðstæðan þarna það er rafmagn og allt saman komið þegar þannig að við erum það er hægt að tengja þarna bara græjur og dót og það er einmitt kassin þarna akkurat það sem sviðið er en
En við held ég sko eigum áfram Klambartúni til þess að gera einhverja hluti og það er ennþá malarfyllingin sem var sett undir sviðið þegar Sigurrósa tónleikarnir voru. Hún þarna ennþá bara undir ef að það gagnaðist sko en já, það kannski svarar einhverju. Já, takk fyrir þetta. Ég hef með spurningu varðandi leiktækin. Voru þetta ákveðin leiktæki sem að voru kosin að vera bara almennt uppfærsla í garðinum? Ég er bara búin að gleyma því. Og mér langar að nefna að við höfum oft lagt svona áherslu á leiksvæði sem eru hönnuð eftir algildri hönnun, þannig að hendi öllum börnum. Þannig að bara gott að hafa það í hug alltaf í öllum uppfærslum á leiksvæðum. Já. Og svo var ég að velta fyrir mér eins og með snyrtingar á garðin. Það er ítrekað að kalla eftir snyrtingum í Hljómskálagarðinn og náttúrulega Klambrartúni líka, en er einhver aðstæða núna eða er ekkert? Og þyrfti þetta ekki að fara svolítið framar í forgangsröðunina með eftirspurnina? Sko, það samandi við leiksvæði, þá var þetta kosið svona almennt, en peningurinn ekki mikill og við viljum í rauninni, okkur finnst að miklu réttara fyrir heldur að vera að drita bara einu tækinu í viðbót, að þá eigum við svona að nota tækifærið og reyna að horfa á svolítið heildstæðari hugmyndir og síðan nota þá peningin þá bara inn í svoleiðis sko, eins og við höfum rætt sko að þetta þarna ættir að vera svona kannski öðruvísi tæki, einhvern veginn annað heldur en að bara heim í hverfi, það að vera svona eitthvað sérstakt. Það það ekki í raun í dag nema kannski maður getur sagt að Klifurturnin, hann svolítið spes, hann ekki, það einn annar svona stór í borginni. Þannig að við vorum að reyna að nálgast, eða okkur fannst skynsamlegt að nálgast leiksvæðið meira þannig að við ætluðum að stefna að gera svolítið leiksvæði sem að væri sérstakt og væri öðruvísi og þar af leiðandi mögulega kannski dýrara heldur en svona hefðbundið leiksvæði en nota þá frekar þessa fjárveitingu sem að í betri hverfi upp í það og treysta á síðan að við séum að halda áfram að fá fjárveitingar í Hljómskálagarðinn næsta ári og kannski lengur og þessi vinna náttúrulega þá auðvitað líka undirbúningur í það að rökstyðja það að við þurfum að fá áfram fjárveitingu. Síðan í sambandi við salerni, það þarna turn sko sem að í borginni, þannig að það náttúrulega ekki blankó í sambandi við salerni, en auðvitað þetta ekki salerni sem að við og þetta þótti ágæti salerni þegar þau komu fyrst, en þau ekki til dæmis henta ekki fötluðum og þetta svolítið svona baka til, þetta náttúrulega bara eitt klósett. Þannig að hugmyndirnar sem við erum með í sambandi við salerni þarna, það að það sé ákveðin svona kjarni sem að þarna alltaf og þá fleiri heldur en eitt klósett. Og síðan sé þarna tengimöguleikar til þess að geta komið þá með viðbóta klósett þegar eru viðburðir. Og síðan kannski þarf að bæta samt við einhverju svona six-pack eða einhverju slíku þegar allra stærstu viðburðir eru, en það væri hægt að trappa þetta þannig að það kæmi og helst náttúrulega bara sko ekki svona plastsalerni heldur altså vassalerni sem væri hægt að tengja þarna við, sem að samt væru ekki sko alltaf heldur kæmu til viðbótar, en þarna væri svona ákveðin kjarni af salernum sem að væru alltaf. Þannig að og gjarnan að við myndum gjarnan vilja setja þetta framar í forgangsröðina. Við náttúrulega erum háð pólitíska valdinu með fjárveitingar, en það er búið að liggja, við gerðum náttúrulega þarna fyrir nokkrum árum svona skýrslu salerni og Klambrartún var þar á lista náttúrulega líka. Það þörf þar sjálfsögðu líka og það fleiri stöðum í borginni, en það þótti eitthvað ekki nógu sexy sko, þetta peningi, þetta voru stóri peningar sem að var verið að leggja til, en það auðvitað hægt að byrja á að það ekki að éta allan fílinn í einu sko. Og lykilatriði að sé aðgengilegt fyrir alla. Já,
Og þú nefndir hérna með leiksvæði, sko, það er orðið algjört lykilatriði í allri hönnun sem við gerum að það sé algild hönnun á svæðunum, sko. Glæsilegt. Það er. Gott að heyra það. Herri, það eru 2 spurningar hérna í viðbót og svo förum við svona að sleppa þér, en það er Sigrún og svo Hanna. Gjörðu svo vel. Já, sæl. Gaman að fá kynningu á garðinum. Ég frá íbúðarsamtökum miðborgar og fer reglulega þarna í garðinn. Það sem ég að velta fyrir mér með lýsinguna. Á kosið aukna lýsingu í íbúðarkosningunum. Er hún þá á stefnuskrá líka í sumar? Já, það er rétt að hérna, það er einmitt þarna stígurinn þarna sem í gegnum viðburðarflutuna, hann ólýstur. Já, ég nefnilega fer svo ofta niður yfir og ég þori ekki að fara til hægri að vinstri oft út af það svo er á aðalstígunum og eins með þarna er ég að spá í með minnir það líka í íbúðarkosningunum með göngu stígana sem ekki malbikaðir, þeir eru voðalega gljúpir og maður verður allur sóðu að maður fer bara út af grasið. Já, sko þetta efni, svona malarefni, sko, það er rosalega fínt nema kannski 2 mánuði eða ári, sko. Og það er rosalega mjúkt og þægilegt að ganga á þessu. Þannig að við kannski sjáum ekki endilega fyrir okkur að við séum að malbika alla stígan, en það er vissulega bæta kannski betur, fjölga þeim, sko, og helluleggja líka kannski einhverja, sko, en þetta verður eitthvað sem við reynum að taka á líka, sko, að hafa einhverja stefnu í þessu, en ég held samt að svona minni stígar munu nú kannski vera malastígar eitthvað, sko, en að við ætlum að forgangsröðum stígunum að aðalstígarnir verði minnst í Já, gott að vita að ætla að kíkja á það, það er alltaf sumir svo svoðilegir. Já. Já, takk og Hanna, ekki svo? Já, takk fyrir þetta, bara frábært. Ég er fyrir foreldrafélag Austurbæjarskóla, þannig að ég hef notað garðinn mjög mikið bara með börnunum mínum og bara börnum úr skólanum. Það er oft sko haldin bekkjaramali þarna og alls konar svona samkomur hjá krökkunum. Og ég veit að ég var með spurningu varðandi leiksvæðina því að það er mjög fínt leiksvæðina fyrir yngstu börnin. Og svo þegar börnin fara að eldast þá kannski vantar einhver svona afþreyingu fyrir þann aldur. Þannig að klifurturnin er þarna sem er frábært. En börnin í miðborginni hafa kannski ekkert marga staði til að fara út að leika. Þannig að garðurinn er alveg notaður líka af krökkum. Mér finnst svona kannski mikilvægt að hafa í huga þessi börn sem eru kannski út að leika, eru ekki endilega með foreldrum heldur þurfa eitthvað svona stað til að geta verið að leika. Og já, þá er svona vantar eitthvað svona afþreyingu kannski fyrir þau, svona börn svona 8-9 ára plús. Mér finnst alveg gott að hafa þau í huga líka. Og einmitt varðandi sko stígana, þá veit ég að krakkar þessum aldri er kannski fara á línuskauta og þá geta þau ekki nota garðina því að það eru malastígar. Og ég veit að þau hafa verið að fara á línuskauti í garðina, en þau hafa eiginlega bara, eitt stíg fram og tilbaka. Þannig að mér finnst alveg mega að hafa það líka í huga, að sé eitthvað svona afþreying fyrir þennan aldur og sé staður einmitt líka til að fara á línuskaut og gera eitthvað svona sem þau hafa áhuga á sem eru að hætta að róla. Akkurat. Einmitt, ég held að við ætlum allavega að reyna að gera þetta leiksvæði svolítið öðruvísi og náttúrulega að það gjarnan sko þjóni sem breiðist aldri, en við mun samt sko passa okkur, eða sko því við höfum verið að fá svona gegnum árin sko alltaf tillögur meir og meiri leiktæki í hljómskálagarð, þannig að við höfum allavega viljum sko gjarnan að svona hafa einhvern svona skikk á því, þannig að leiksvæði sé á ákveðnum stað, þannig við ætlum ekki að fylla hljómskálagarðina af leiksvæðum, leiktækjum, en hafa þetta samt, og þá er ég að hugsa að við séum að reyna að þjóna alls konar notendahópum, en vissulega þetta leiksvæði þarna er bara fyrir minni börn og það er mjög lítið og það er orðið slitið og þannig að við höfum allavega hugsað okkur að gera miklu betur heldur en þetta leiksvæði er núna sko. Og auðvitað náttúrulega, já, gjarnan að þjóni breiðari aldurshópi sko, heldur en það gerir sko. Og já, þetta er kannski sama með stígana að við munum auðvitað svona reyna að horfa á það í samhengi þannig að það sé eitthvað kerfi sem er með bundnu slitlagi, malbikað eða hellulagt
og en það var það kannski einhverju minni stigar samt eftir sem að mögulega verða það ekki en já, þannig að við ætlum allavega svona að horfa á þetta. Já, takk fyrir það og svo náttúrulega má hugsa leiksvæði, þú veist, á alls konar skapandi vegu, óháð leiktækjum eða svona, þú veist, pöntum, heldur svona sem, já, jafnvel út frá svona opnum leik og slíku. Þannig að við erum allavega hér, íbúaráðið og fulltrúar foreldrafélagsins og fulltrúar íbúasamtakana og fólk á ólíkum aldri og svona með börn á ólíkum aldri, þannig að við erum allavega boðin og búin að taka þátt í þessari vinnu og tengja við íbúa og í hverfinu. Ef það passar inn í einhver, ef þið vilja halda einhverja svona flæðisfund eða hugmyndafund eða ef það kæmi eitthvað slíkt upp á. Ég held að væri bara mjög snjallt að við kæmum aftur með hugmyndir þegar lengra komnar og leiksvæði líka. Ég kannski þorði ekki alveg að sýna ykkur þessar hugmyndir því það eru bara stutt komnar sko, en endilega bara hóa í okkur þegar framvindur og Já, algjörlega sko, ég held að það væri bara styrkur að þessari vinnu að fá einmitt ykkur sem að íbúar á þessa svæðis náttúrulega, og að sko eins og sagði, þetta er bæði íbúamál og allra borgarinnar mál. Akkurat. Hvort tveggja sko. Já, nákvæmlega. Og við erum ungmennaráðið og nemendafélögin líka sem getur komið inn í þetta. Tala við krakkana, þau eru með frábærar hugmyndir alltaf. Já, nákvæmlega. Heyrðu, bara takk kærlega fyrir komin og við hlokkum bara til að heyra í þér þegar að finna framvindur. Ok, takk fyrir mig. Bestu hver, bless. Við þá höldum áfram með dagskrána og erum þá komin á lið 2 og það er umferð stærri ökutækja í miðborginni sem er til umræðu og ég ætla bara svona aðeins að reifa við ræddum þetta í haust á fundi okkar í október, fengum fulltrúa frá umhverfis- og skipulagssviði og svo kom Pavel til okkar, formaður umhverfis- og skipulagsráðs í nóvember minni mig og við ætlum að ákvæða á þeim fundi svona að taka upp samtali aftur eftir áramót þar sem að einhver vinna var að fara af stað hjá borginni skipulag á umferð stærri ökutækjana hverfið og við tókum þetta upp bara svona þegar ferðamanna innan fór að fara í gang aftur. Þá tókum við svo sterkt eftir að það kom þessi COVID-pása hvað þetta hefur ofboðslega mikil áhrif í hverfinu og Pavel, þú ert komin inn til okkar sem fulltrúi á fundinum en líka sem formaður umhverfis- og skipulagssviðs til að ræða þetta eins við okkur. Einmitt nákvæmlega, má ég fannst bara deila smá innleggi. Já, gjör svo vel. Sko, ef ég bara hendi þessu upp svona og bara takk fyrir að leyfa mér að koma aftur. Við kannski förum aðeins yfir þið þekkið nú mörg forsöguna og staðan eins og í dag er nokkurn veginn þessi. Við erum þarna með akstursbannssvæði og svo erum við með nokkrar safnstöðvar og svona okkur akstursleiðir í gegnum svæðið og í stórum dráttur þetta má segja að þetta nú er smá lætinu fjöldinni mér í hlíðunum. Í stórum má þetta segja að þetta fyrirkomulag hefur svona gengið ágætlega. Það hefur og svo að það sé ýmsar skoðanir þá svona grunnneyslan þessu góð. Helstu svona ábendingar sem kannski heyrast eru rauninni annars vegar af hálfu þeirra sem rauninni atvinnubílstjóra og þeirra sem sjá aksturinn. Þá náttúrulega eru menn ofta velta fyrir skóli fyrir þá sem að bíða og við getum ekki svona umræðið það og svo kannski hefur maður ónefnilega heyrt svona ákveðnar efasemdir raddir það að loka svæðinu meira og hins vegar af hálfu íbúa þá hefur maður helst heyrt rauninni ákall það að stækka svæð og sérstaklega þennan legg eftir að taka burt þennan legg eftir Njarðargötu og stöðuna við Hallgrímskirkju sem þarna er bæði vegna nálægðar við nálægan leikskóla og bara rauninni það hver þröng þessi gata er og hvað nálægt hún liggur viðkvæmri íbúabyggð.
Þannig að þetta svona staðan svona yfir í dag og þær hugmyndir sem hafa verið reifar þetta, svo ég kannski fari í gegnum það, náttúrulega bara, þetta í rauninni staðan eins og hún að það eru þessi 13 + 14 safnstæði og þarna sjáum við á myndinni í rauninni ákveðið áhrifa svæði þeirra og við sjáum að það svo dekkar, ef við tökum 400 metra áhrifasvæði, þá dekkar það nú langstærsta hlutan af miðbænum, þó svo að sé ræma í miðjunni þar sem vegalengdin í næsta safnstæði meira. Nú, það sem þetta hefur komið til tals að taka burt þessa safnstöð við Hallgrímskirkju og þá mögulega til að setja á móti stöð hjá BSI, sjáum hvernig það myndi líta út, þá náttúrulega auðvitað skapast meiri ró í kringum raunin Skólavörðuholtið, en á móti lengri vegalengd þarna, þó að það megi við svolítið sanns að færa fólk sem að koma af hótelum auðvitað að labba mest lítið niður brekku, þannig að það auðveldara heldur en að labba upp brekku. Svo hefur komið upp til tals að taka upp frekar stöðuna við Snorrabraut og Eiríksgöng út þeim megin og við sjáum hvernig það kemur út. Það býtir líka þetta gráa svæði í miðjunni sem lengra en 400 metrar frá næstu safnstöð og svo í rauninni útfærsla með hvoru tveggja af þessu og á þessu staðu vorum við í rauninni þá þegar að kannski COVID skall á og þessi vinna var svona aðeins sett til hliðar. Sko ein hugmynd kannski í viðbót sem eldri hugmynd og það hugmynd sem ég veit að þeir sem sjá akstur myndi eflaust hugnast betur, sem hugmyndin að rauninni að útvíkka bannsvæðið út fyrir Barónsstíg en ekki alveg út að Snorrabraut og hafa þá safnstöð rauninni á Barónsstíg þetta bakvið. Það raunar náttúrulega strætóleið sem hefur verið að keyra þessa leið núna nýlega vegna lokunar á Hringbrautinni. Þannig að þetta líka ein lausn sem hefur verið nefnd. Sko staðan kannski bara til umræðu, það sem ég langar að fá inn vegna þess að það sem við gerðum rauninni seinast og höfum ekki lagst í mikla vinnu síðan vegna þess að við höfum verið að bíða eftir því að rauninni leyfa aðilum miðsvæðis annars vegar að stofna með sér mögulega ákveðin samtök og hins vegar að sjá til þess að áfangastaðastofa sem við myndum líta á sem mikilvægan að hagaðilega í þessu máli yrði stoppsett. Hún var sett á fót núna í byrjun mars, þannig að þá erum við komið með einn af þeim aðilum sem við myndum gjarnan vilja ræða þessi mál við heildstætt, hvað var það þá upplifun ferðamanna af því að koma í borgina og hins vegar nýtt miðbærafélag sem hefur ekki orðið stofnað en þá en við bíðum ekki eftir því væntanlega frekar. Það stundum þannig að þessir aðilar sem sjá kannski hlutina verslunarmegin eru með mikilli törn yfir hátíðarnar og taka sér stundum frí eftir þann tíma. Þannig að ég ímynda mér að nú sé svolítið komið tími fyrir þau að allavega taka svo til í hendinni og koma með okkur borginni að stofna þetta nýja samráðsvettvang hagaðilega í miðborginni. Og svo þurfum við að ræða hvernig við veljum til fulltrúa íbúa. Mér langar kannski á þessum fundi að ræða svolítið hvernig fólk sér fyrir sér mögulega fyrirkomulag samráðs í tengslum við þessar breytingar sem við ætlum þá að ráðast í. Það þetta hægt að hafa bara einhvern veginn koma með eina tillögu og setja hana í opið samráð sem ein leið. Það hægt að hafa leita eftir einhvers konar sjónarmið í tengslum við einhverja könnun eða það hægt að hafa samráðsfundi. Þá gott að hafa þetta þá með fulltrúum bæði þá íbúa og þessar aðilar sem sjáum rauninni akstur þjónustu hótelin hins vegar, því að það oft heppilegt að fólk heyri kannski rök hvort annars. Síðan hefur eitt af því sem kannski svolítið komið til dags hjá öllum aðilum umræða skýlin. Það náttúrulega þannig í dag að þetta oft bara einhver lítill staur sem sýnir fólki hvar það getur beðið og það fer aðeins eftir aðstæðum á hvernig stað, hvort að það sé gott að bíða eða ekki. Stundum þetta einhvers konar náttúrulegt þak af hálfu einhvers hótels eða gististaðar og þá það ágætt, en í einhverjum tilfellum þá skólið meira og ég veit að hefur að kalla eftir því og það eru möguleikar á því að við myndum kannski gera með svipuðum hætti og með strætó- og stoppistöðurnar að bjóða og það út og þá getur fólk fjármagnað það með
auglýsingum og það gæti gerst væntanlega sko borðið sig sjálft, en það alltaf spurning hve mikið viljum við gera því inn í borgarrými að fjölga svona skýlum og auglýsingum sem til fylgja. Ég eins og tiltölulega opinn fyrir þeirri lausn, hún gæti allavega fjármagna verkefni og gert það nokkuð hratt. Svo má velta fyrir sig hvort það sé tilefni til þess að koma einhverju leyti sko til móts við, að því að það þetta sko, svo við segjum að það alveg legit vangavelta að velta fyrir sig þegar það komið 600 metra plús göngufjarlægð, hvort að það muni þá leiða frekar til þess að fólk sko sem á erfiðara með gang taki sko leigubíl lengri leiðir og þá séum komið þá rauninni umferð inn í hverfið í staðinn fyrir einhverja sko rútuumferð og þá má kannski velta fyrir sér er tilefni til þess að skoða hafa reglurnar ólíkar eftir mögulega stærð bifreiða eða það flækjustig sem ekki ábatansvirði. Og síðan sko þá held ég og svo til þess að koma inn á þennan fund þá held ég að gæti alveg verið ágætlega sterkt á þessari stundu til þess að bara ýta við málinu og ég skil það kannski erfitt, þó ég sé þetta fulltrú hér líka þá skil ég það kannski eftir til umræðu sko hvort að íbúaráðið myndi einfaldlega bara leggja til þetta samráð þessi vinna myndi fara í gang að nýju og það það myndi jafnvel vera ekki minna sterkt heldur að formaður myndi beita sér fyrir því. Það held ég myndi vera sko títi framdráttur að setja þetta aftur í gang. Þetta svo ég með smá glæru Hlem, en ég gerir ráð fyrir að við tökum það bara á eftir, það ekki? Jú, það eftir, takk. Okay. Herru, takk kærlega fyrir þessa yfirferð, bara þessa tillögur, þessa sviðsmyndi, þetta það sem var í gangi áður en að þetta fór alltaf pásu, eða ekki? Jú, þetta eru þær hugmyndir, já. Sko ég held að það sé ekki spurning að við viljum að þetta fari rúlla af stað, þú veist, bara strax, alveg frá því við tókum þetta upp í rauninni í haust, þá hefur þetta legið á okkur, þú veist, mikilvægt að þessi vinna fara af stað og íbúar þurfa að koma að þessu og vera aðilar að málinu í gegnum allt ferlið og ég veit ekki alveg hvernig það hugsað en hér allavega í íbúaráðinu eru fulltrúar foreldrafélagsins og það eru fulltrúar íbúasamtakanna þannig að ekki spurning að við þurfum að taka þátt í þessu samtali. Þetta brennur á mjög mörgum en það eru komnar tvær á mælskráðar Hanna og Sigrún og svo Sigfús. Hanna, gjör svo vel. Já, takk og takk fyrir þetta. Já, það í rauninni bara sama og við höfum alltaf sagt áður að það þetta Eiríksgata, Njarðargata og þetta stopp á Hallgrímskirkju sem vandamálið og ég held að sé bara allir sem búa í hverfinu sammála það, allir sem eiga börn í annaðhvort Austurbæjarskóla eða þessum leikskólum sem þarna í kring og sko vandamálið náttúrulega, þú veist, bæði það að þessar rútur eru bara of stórar til þess að geta keyrt þarna og svo eru þær líka sko of stórar til þess að safnast saman við Hallgrímskirkju því að það í rauninni ekkert gert ráð fyrir þeim þar. Þú veist, þegar það eru komnar kannski og það, þú veist, svona eins og á sumrin þegar flestir túristar, þá eru að stoppa þar og svo bara stoppa alltaf fleiri og fleiri rútur og þetta orðið alltaf í kring og þeir taka líka bílastæðin hjá leikskólanum og þeir eru líka stoppar í götunni hjá Ásmundarsal og þú veist, það bara ekkert pláss fyrir þær og fyrir utan náttúrulega börnin og gangbrýrnar og allt þetta þannig að ég held að flestir sem búa þarna á þessu svæði vilja að sko bara bannsvæði sé stækkað niður að Snorrabraut og þú veist BSI Snorrabraut Hringbraut í rauninni og ég held að okkur finnst bara svo stutt fjarlægð sko á BSI að maður skilur ekki okkur að sé ekki bara auðvelt að færa það þangað. Já, það alltaf mín skoðun. Viltu bregðast við þessu Pál og svo fáum við kannski safnum bara saman ef að fyrst Sigrún, gjör svo vel. Já, sæll. Ég frá íbúasamtökunum og ég tek undir með Margréti að eindregið íbúasamtökin fái að vinna að þessu, eða koma að þessu en aftur ég sammála Hönnu að stækka svæði svo Njarðargatan og þarna í kring fallega kirkjuna okkar og þetta fallega svæði sem löpum leikskólina að þetta sker bara hverfið í sundur að vera með þessa umferð og jafnvel bara sem taka þetta út fyrir hverfið því að þarna erum svo með Austurbæjarskóla og sjúkrahús sem heilmikil umferð að fá bara heilstæðara hverfi
að það sé notandi að vera og ég ætla að segja að það eru böggi og það eru dýr og ég meina fólk öllum aldrei að þetta bara stór hættulegt eins og Hanna segir, þeir eru svo stórar rúturnar að mér finnst bara upp á öryggi íbúanna. Af því að fólk misrætt að fara yfir, menn það alltaf verið að keyra á keysurnar og gamla fólki hleypar þarna og svo náttúrulega með snjói núna. Mér finnst bara öryggi og fallegt hverfi og við njótum þess að búum við það miðbænum. Takk fyrir. Takk Sigrún. Herra Sigfús, þú varst líka, viltu bæta við í bókið? Já, takk. Ég mér finnst þetta athyglisvert af því að eins og ég held ég hef sagt ykkur alltaf og þetta starfið mitt að það að keyra þessu stöðar. Þannig að ég ætla hér með Pavel, ég ætla að bjóða þér með mér, einhvern tímann að koma með mér í einn pick-up ring, þannig að þú sjáur þetta hvernig þetta funkar. Ég held að það er gaman að þið báðir því að ef þú vilt að koma með mér og þú talar um það er einhver staðir sem er skjól og ekki skjól. Þetta svona 4 stöður sem er ekkert skjól. Annars er það sem fólk hefur einhvers stundum ráðhús og annars slíkt, þannig að fólk hefur eitthvað skjól. Ég er alveg sammála þeim stöllum mínum í ráðinu hann við kirkjuna og ég ætla bara aftur að minna það í hverfinu okkar komið hugmyndir að gera betra grænt svæði í kringum Hallgrímskirkju. Þannig að það fer ekki vel saman að hafa þarna og ég hef sagt það áður. Það er alveg galið að það sé verið að hleypa 60 manna bílum þarna að taka öxlum þarna upp í Hallgrímskirkju á sumrin og svo þegar norðurljósaferðirnar sem er náttúrulega hluti af svona pínu seasonal, það er ekki alveg allt starfægt allt sumari og það er alveg galið. Það er hins vegar BSI, ég veit alveg það er bara ákveðin pressa bara hagsmunaaðilum að þessi stoppað við kirkjunni inni vegna þess að þetta snýst að menn eru að selja, endurselja ferðir og þetta er krafa frá gistinguseigendum að ef þess er haldið inni og þessi svo selja ferðirnar sem eru úteigendur. Þaðan kemur þetta, það er upphafið af þessu. En hvort að það er farið svona BSI, auðvitað ætti að vera þannig, hefði átt að vera þannig á byrjun en fólki fannst þetta mikið lagt á okkar ágætu ferðamenn sem er að fjármagna gjaldið þegar þurfti að labba þessa vegalengd. En hvort það er gert þarna á horninu við blóðbankann, það getur verið eitt stopp, þá ertu allavega öðrum meginn á gangbrautinni eða akstursbrautinni, þá ertu með landsspítalann alla megin og ef þú færir upp og niður Eiríksgötuna og Banarstíginn, þannig að þetta að skoða það eða ég veit ekki með Snorrabrautina hvort hún bara býður upp og alla þessa umferð þá ertu vant að hugsa um það sem bensínstöðin er að fara. Ég get ímyndað mér eins og ég skildi það þannig. En þetta ætti þetta bara býð sig. En ég býð þér næst ég að fara að koma með mér þannig að þú getur upplifað og sé þessar blautu og söktu að ferða mig hvað er hafa misnáður. Takk. Já, takk Sigfús, ég náttúrulega þekktur fyrir að þykja ýmislegt og en skráðu þetta allt saman samviskulega niður. Ég myndi nú flokka þetta sem hagaðilega ferð, þannig að við skulum bara vera í sambandi. Hljóma mjög skemmtilega, sko. Já, ég heyri bara alveg vel hvað fólk er að segja og ég held að sé sko svona þungi tíma sem er klárlega falla í þá veru að við erum að fara að endurskoða þetta stæði við Hallgrímskirkju. Ég velti þetta fyrir mér sko, það væri ágætt að fá kannski eitthvað þessum sjónarmiðum fram bara til þess að fólk fengi tíma til þess að bara allir aðilar til þess að bara tjá sinn hugaðum, kannski erum við að gera ráð fyrir að þetta sé of mikið vesen, stöðin við Barónsstíg, væri hún eitthvað eða erum við þá að færa vandamál til fólk sem býr þar við og erum við að færa Njarðargötu upplifunina bara eina götu sko með tilheyrandi raski, þá er kannski lítil sanngirni í því sko, þannig að ef við skoðum þetta, það má alveg vel færa rök fyrir því sko sem ég skal gera núna, þó ég hafi svona ég hef ekki segja að ég hef alveg haft þá skoðun að sé eftir svona að gera þetta sem mestri sátt vegna þess að stundum sérstaklega þegar að ákveðin aðilar eins og ferðaþjónustan þykjast þeirra undir svona að þessi aðeim sótt, þá er stundum fólk ekki mestri í það að semja og gefa eftir en þetta er ákveðin okkar í borginni. En það má líka eins og þið segið sko nefna það að þó svo Hallgrímskirkjustöðin sé ef hún tekur burtu þá aukist gönguvegalengdir þá gildir það þetta líka akstur almenningsvagna. Það er ekki strætó sem stoppar í dag til dæmis á þessum stað lengur. Allt Skólavörðuholtið er rauninni strætófrítt svæði að mestu fyrir utan endar þessa tímamótaleið sem fer í gegnum Barónsstíg núna vegna breytinga við Hringbraut. En ég held að sé bara ágætt sko, nú veit ég ekki hvort ég hvetur á þess að bara svona skella bara í stutta tillögu sem er senda upp í öskinu og þá getum við tekið þetta áfram af smá þunga.
annarkvort með því, ég veit ekki hvað hugmynd fólk hefur, hvort og talið rétt að hafa einhvern fund með fulltrúum í ráðinu, einhvern vinnufund ásamt fulltrúum hagaðilega, þar sem svolítið margar hugmyndir eru kynntar og svona einhvern veginn reynt að komast að niðurstöðu eða hvort við eigum að taka 2-3 hugmyndir og setja í umsagnarferli. Það gæti verið fljótlegra en kannski örlítið minni svona, minna gagnvirkt kerfi. Þannig að mér finnst alltaf að við notum kannski þennan fund til að ræða eins hvaða væntingu fólk hefur til samráðsins. Hvort að fólk hefur þetta væntingu að við komum bara með tillögu og leitum eftir umsögnum eða hvort að við eigum að reyna að hafa kannski röð einhverja samráðsfunda. Já, ég held að samráða sé algjörlega lykillinn. Mér langar að skjóta inn, þannig ég hvet ykkur eindregið til þess að gera það áður en þið mótið tillögurnar. Okay. Og Sigfús ætlar að bjóða í rútu og ég skal bjóða með 3 ára barni og ketti í gönguferð og hanna með mér. Okay. Ég segi svona. En og mér langar einmitt að taka undir bara með þér þegar þú segir, þú nefnir að ef að rútuumferðin verður flutt eina götu, að þá færist bara vandinn á þá aðila sem að nýta sér eru gangandi þar, og sama kemur með Snorrabrautina þegar við höfum oft rætt um það hvað hún sker hverfin okkar mikið í sundur og í síðustu breytingum á götunni þá gengi miklu styttra heldur en átt að gera, þarna bara að hafa orðið dauðaslys, gatan mjög hættuleg eins og staðan núna og það þarf þá að auka öruggar göngulaðir yfir götuna eða síðan auka rútu. Þannig að þetta allt svona, Þetta alveg Snorrabrautina núna? Já, Snorrabrautina. Þannig að það hefur allt áhrif. Það hefur allt áhrif, þannig að það þarf að skoða alveg hlutina frá A til Ö og bregða svo við með tillitið þess, sama hvert, ef þetta fært út miðborginni þá þarf að taka tillitið þess og Snorrabrautinu og auka öryggi umferðar á milli hverfanna. En þetta myndi allt örugglega koma fram í svona samráðsfundum. Þannig að mér líst vel á það. Heyrðu Hanna með spurningu og svo Örn. Já, ég ætla bara að því að þú tala stræt, að það sé ekki stræt, að langt í stræt og í rauninni ekki langt frá Hallgrímskirkju niður á Snorrabraut þar sem strætó stoppar eða niður á strætóstopp við Landspítalann. Þetta bara mjög stutt, finnst mér alveg. Og líka það að ég held að ég sé ekki möguleiki að færa stopp niður á Barónsstíg. Það ekki rými þar heldur fyrir rútuumferð eða neitt. Og það náttúrulega Austurbæjarskóli og börnin að labba yfir alla göturnar. Ég vildi bara koma því að. Já, takk. Og Örn, þú varst líka með spurningu. Takk. Ég bara aðeins að hugsa svona uppátt nú vorum við svolítið að reyna hvað var að íta þessu fram og tilbaka þessum afstæðum. Það verið að bregðast við kvörtunum hér og færa þetta þau annað og hann var búið til að sjá ykkur kvartanir sem koma þar á móti. Ég bara aðeins að hugsa og beina til þeirra sem ætla að skoða þetta mál, að skoða þetta svolítið heildstætt og við höfum verið að nota ákveðna aðferðafræði til að nálgast svona hluti ákvarðanatöku í þessum málum. Það svona að horfa svolítið heildstætt, ekki bara að vera að bregðast við einhverjum kvörtunum, heldur að horfa aðeins fram að veginn. Mér aðeins líka til þess að bæta við, það skynsamlegt að fara að skoða líka fleiri staði heldur en akkurat eru þarna, að því það ábyggilega ekkert langt í það að við þurfum að sjá að það sé kallað eftir svona aðstöðum á fleiri stöðum heldur en þarna eru teiknaður upp. Mér dettur í Hlíðahverfið, Skiphollið og mér dettur í hug Vesturbærin og þetta að fara og þetta komið inn á Grensás og þetta koma fleiri stöð. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig ástandið hvort það sé aðkallandi en það ágætt að hafa það í huga varandi hugsun til lengri tíma að það þurfa að skoða fleiri staði heldur en þetta. En ekki bara að bregðast við kvörtunum heldur hugsa þetta heildstætt og til lengri. Takk. Viltu bregðast við þessu, Pavel? Nei, þetta ágætis ábendingar. Mörguleyti þá, ég held að ferli svo að þessi sagt sem var farið í gang þegar þetta var settast það sem fyrst hafi verið nokkuð heildrætt. Og í rauninni ég veist kannski ábendingin alveg heildstæðs eðlis. Hún felst þetta í því að hverfi sem slíkt sem bara það svæði sem Skólavörðuholti og afmarkast af þessum götum, Hringbrautinni og tengdum götum, Snorrabrautinni og því að það sé svona laust við umferð stærri ökutækja. Ég held að það sé klárlega einhver staði sem við viljum komast að. Eins og ég nefndi hér þá finnst ég kannski bara tvær leiðir sem ég nefndi
önnur væri að boða til sko, samráðsfunda og móta einhverjar tillögur út frá því og hinn væri kannski að drífa brút einhverjum tillögum og fá bara viðbrögð sem flestra að því að þau sem geta verið með í að móta vilja auðvitað hrifnar af því en þá kannski alveg stærri hópur sem fer ekki að vera með en mér heyrist á þessum umræðum að það sé allavega ef það væri einhugur kannski tillögu hvað leið að fara innan íbúðaráðsins þá kannski væri bara hægt að fá þau sjónarmið fram en mér heyrist það vera mesta stemningin hér fyrir að boða til einhvers konar samráðsfundar til þess að ræða þá þessa ólíku kosti og þá bara förum við þá leið. Já, ef það væri haldið, já, í staðinn fyrir að vera að bara senda út einhverjar ákveðnar tillögur sem búið að móta í svona, athugasemdaferli að þá færi fram einhvers konar samráðsfundur í aðdraganda þess, þar sem að raddir íbúanna fengi að heyrast. Já. Til þess að móta tillögurnar sem yrðu þá síðan sendar. Þetta bara svona auka skref inn, það ekki? Jú, það myndi vera þannig sko. En það náttúrulega bara vonandi alveg einhugur í íbúðaráðinu hvernig, hvaða fulltrúar, það var náttúrulega við værum að leita svolítið til ykkar til þess að ákveða hvaða fulltrúar það eru af hálfu íbúa sem myndu taka þátt í slíku sambandi. Hér allavega fulltrúar íbúasamtaka og fulltrúar foreldrafélaga sem sitja í ráðinu. Þannig að þetta bara kjörum vettvangur að ræða þetta með okkur. Hvað segir Heimir? Svona í ljósi þess sem hér hefur komið fram og í framhaldi þessu öllu saman. Þannig að þið hefur kannski ráðunum til að móta ykkar hugmyndir örlítið. Væri það okkur lending í málunum til dæmis að samþykkja að fela formanni að rita skipulags- og samgönguráð bréf þar sem óskar eftir að samráðsferli framtíðarskipulag á þessum málum hefði sem fyrst og þá getum við komið ykkar hugmyndum kannski nánar á framfæri, þá hefði við kannski örlítið ráðurum til að koma heim á blað. Heimir, maður koma? Já, ég finnst ótrúlega eins og formann leggur fram bara að vera fín. Sko ég búin að skrifa hérna inn í... ég er ekki búin að sjá hana. Nei, allt góðu, sko, bara flott. Ég sett inn í spjalli svona bara hugmyndabókun þar sem við raunin þá tökum ekki afstöðu til þess nákvæmlega hvernig þetta á að gera en að íbúðaráðið leggi til við umhverfisskipulagsráðs samráð vegna endurskoðunar akstursfyrirkomulagi stærri ökutækja verði hafið aftur án tafar og að íbúðaráð og íbúðasamtök hafi aðkomu að samráðinu. Kannski skipulags- og samgönguráð þá? Já, afsaki, ég get ekki munað þetta. Hjálpu mér. En Sigfús, gjörðu svo vel. Já, takk. Bara, svo ég skilji bara til að tala um svona samráðsvettvang. Ertu þá að tala um að það íbúar versus þá hagsmunaaðilar, ertu bara að hugsa um íbúarhlutann, bara svo ég skilji þér. Við myndi í samráðsvettvangi þá myndi ég alltaf bjóða þetta fulltrúum þeirra aðila einnig. Ok, þá skilji ég þér. Okay, Hanna með örstutta spurningu? Já, ég tek undir þessa bókun en ég veit að við skrifum án tafar en svona í þessu samhengi hér, hvað þýðir án tafar? Þú veist, getur það verið margar vikur, margir mánuðir? Mér finnst alltaf, þú veist, það eru margir mánuðir sem við byrjum að tala um þetta og við erum einhvern veginn á sama stað. Myndum við geta kveðið fastar á orði? Getum við sagt bara strax? En hvað þýðir strax? Þú veist, hvað? Fyrir sumarfrí? Fyrir sumarfrí? Fyrir páska? Fyrir kosningar? Ég held sko að, þú veist, vilji íbúðaráðsins og ég náttúrulega nú svolítið erfið stöð, ég bæði sko í skipulags- og samgönguráði og nú set ég sem fulltrúi íbúðaráðsins. Vilji íbúðaráðsins getur auðvitað verið hver sem en þú veist, það kannski hefur ekki áhrif á endilega áhrif á tímalínuna. Það er kannski svona, það náttúrulega frekar í rauninni það umhverfis- og skipulagssvið og fólki þar sem sko verður bara forgangsröð innan sinna verkefna. Ég veit eins og það er ekkert sko ekki áhuga þeirra hálfu að tefja þetta eitthvað sérstaklega sko, við þurfum bara að ráðast í það, en ég held að sé sterkara að íbúðaráð sem slíkt álit heldur að formaður sendi formanni bréf. Stjórnskipulega þá hafa formenninga, skilurum, jú þau hafa einhverja stöðu en það er sterkara að það sé íbúðaráðið sem sendir bréf á skipulags- og samgönguráð.
og svo getur skipulags- og samgönguráð tekið mál upp og samþykkt tillögu og þá sviðið komið með mjög sterka leiðsögn það að hefja þetta nýju af því að þannig hinn rétta stjórnskipan að því að fara. Ok, Sigfús, gjörðu svo vel og Örn. Bara þannig að allir áttu sjá hvar við erum í tímalínunni varðandi ferðamanna iðnaðinn sem slíkan. Við erum að klára vetrartímabil. Það er minnkun allir fyrirtæki svona stigminnkun núna í mars og fram í apríl. Af því að þá eru hægt að klára vetrartíman. Norðurlöndin sem fer með líku núna í miðjan apríl, kringu 22. apríl, þá líkur þessar kvöldumferð. Í miðjan maí, þá hefst sumartrafikkinn. Þannig að glugginn væri að ná þessu sumartrafikki þá því ennþá meira og aukning, bara stöðu aukning eins og lög gerir ráð fyrir þegar ferðamenn fara að koma og átökum í Evrópu. Þannig að auðvitað væri tímaklugginn að ná þessu núna fyrir það tímabil ef ég reyði þessu einnig sem ég klálega ger ekki. En það myndi ég alltaf væri svona tímarammi sem væri að vinna með. Takk. Einmitt. Herðu Örn, gjörðu svo vel. Svo förum við. Ég snakka um því að við myndum setja okkur eitthvað deadline Ég vissi ekkert nákvæmlega hvaða hugmyndir þetta væri. Ég sá bara fyrir mér að það vildi allir vinna þetta hratt. Það vilja allir leysa úr þessu máli, hvort sem þeir eru íbúar eða reka ferðaþjónustu eða hótel eða gisting og hvað það er. Það vilja allir ná lendingu sem allra fyrst. Sumarið að fara í gang og mér finnst bara Sigfús að komið bara með svakalega fína dagsetningu. Hann þekkir þessa atvinnugrein, hann þekkir þessa, hvað maður að segja, hvað þetta breytist, þessa vendipunkta í þjónustunni og mér finnst þetta bara að vera mjög fínt og ég veit að við eigum ekkert að vera lengi að þessu. Við getum unnið hratt ef við viljum það og ég get ekki ímyndað mér það að þetta eigi að vera kosningamál eða eitthvað sem að fyrirtækin og íbúarnir að velta fyrir sér í tengslu við kosningar, heldur miklu frekar þessa miklu umferð sem að Sigfús svolítið búin að benda og gjör þekkir hvenær gerist. Þannig að ég segi bara setja þetta á fulla ferð og klára með þetta. Formaður, má ég spyrja einu? Já, gjör svo vel. Að því að við erum að tala samráð og svona dót, væri fólk tilbúið bara núna án ábyrgðar, skilur, og ég veit að það er kannski erfitt á fundi sem eru opin, að gefa manni bara hugmyndum hvað að þessum hugmyndum sem hafa verið flengt upp því hugmyndst best. Ég held að við verðum að fá tíma til þess að við vorum ekki búin að sjá tillögurnar fyrir fundin, við erum ekki búin að ræða það. Við erum komið langt fram yfir á tíma líka með dagskrána, þannig að við verðum að taka bara annan fund í þetta. En ég held að við séum alveg öll tilbúin til þess að eiga þetta samtal. Okay. Við þig og við samgöngu og skipulags- og samgönguráð, ekki spurning. Við erum búin að ýta eftir þessu þannig að þetta liggur á okkur og finnst þetta mikilvægt. Þannig að má ég bera upp bara bókun sem við gætum þá sent á skipulags- og samgönguráð sem væri þá þessa leið íbúar á miðborgar Hlíðar leggur til við skipulags- og samgönguráð að samráð vegna endurskoðunar og akstursfyrirkomulagi stærri ökutæki verði hafið aftur núna strax í vor og tillögur liggi fyrir sumarið og að íbúaráð og íbúasamtök hafi aðkomu að samráðinu. Er einhver sem myndi vilja leggja til? Já, Örn? Já, ok, ég finn svolítið þrýstingin frá Hönnu og frá Sigfúsi og svolítið frá mér líka og ég held við ættum að gefa svolítið meiri. Mér finnst við vera svolítið að draga þetta. Ég ekki alveg sammála því að þetta þurfa, við fundum einu sinni í mánuði íbúaráðið. Ég skynja það að þarna séum við með innanborðs sem betur fer fólk sem hefur djúpstæða þekkingu af þessu máli, nákvæmlega þessu máli. Og ég vil bara notfæra með það að því að ég ætla að halda því fram að hinum megin, þeir sem að keyra rúturnar og reka rútufyrirtækin og gististaðina, þeir vilja líka fara að fá einhverja lendingu. Því það var ekkert sniðugt fyrir þá að þurfa að fara gera einhverja breytingar þegar á er lið. Þú veit ekki nákvæmlega hvernig ástandið er inn á sviðunum, hvernig starfsfólki er önnum kafi. Ég veit að það er önnum kafi, en þetta er eitthvað svona hluti sem mér finnst skipta máli og það eru komna dagsetningar. Þannig að mér finnst við að hvað það sterkar á. Ég ætla að taka undir það. Og við verðum að vera svolítið bold. Ef við ætlum að bíða með að taka aðra umræðu eftir mánuð, þá koma ennþá nær kosningum og neður skilur. Þannig að segjum bara sterkt að við viljum fá þessa vinnu setta í gang núna með það markmið að þetta klárist fyrir einhverja svona tímamörk, ég meirðum ekki nákvæmlega sem að Sigfús nefndi. Ég held að við séum algjörlega á
ég held að við séum algjörlega á sömu blaðsíðu öll bara og það rauninni innihald bókunarinnar bara það sem þú ert að lýsa þarna. Varðandi það hve fastar á orði, viltu gera tillögu að orðalagi? Fyrir ekki að forma Ég ætla bara að klára það, það er lefið þér aðeins til að botna þetta. Sko, mér finnst að Sigfússon setja þetta inn á spjallið, áður en megin þungi sumarumferðar ferðamanna hefst og það er akkurat það sem ég er að kalla eftir. Þannig að við séum að klára þetta fyrir þann tíma, ekki í sumar. Já, ekki fyrir sumar heldur. Hann getur sagt þér upp á dag. Þetta er bara svífið til sig og ekkert að gera endilega breytingar á orðalagi, heldur bara okkur er meining í því. Að tekja út sumarið og segja áður en megin þungi sumarumferðar ferðamanna hefst og Pavel, gjör svo vel. Já, má ég þá sjá hvernig bókun lítur út núna? Því að það ég er í þeirri aðeins erfiðari stöðu að ég þyrfti þá sko að mér finnst bara aðeins erfitt að setja sko þrýsting á nákvæmlega dagsetningar sko því að ég er líka þeim megin sko. Þá var ég mjög klárlega að svíkja það ef ég myndi ekki standa við það sem mér stendur ekki við til sko. Hérna er nýtt orðalag, ég ætla að lesa það upp af því að það eru 3 fulltrúar sem er ekki með skjá. Íbúar og miðborgar Hlíðar leggur til við skipulags- og samgönguráð, afsakið, samgöngu og ég er Skipulags- og samgönguráð, þetta er rétt. Já, ok. Að samráð vegna endurskoðunar og akstursfyrirkomulagi stærri ökutækja verði hafið aftur núna strax í vor og tillögur liggi fyrir áður en megin þungi sumarumferðar ferðamanna hefst og að íbúaráð og íbúasamtök hafi aðkomu að samráðinu. Og ég ætla þá bara er einhverju sem myndi vilja gera tillögu eins og áður að einhverju orðalagi. Lóan er komin, það er komið vor. Þú getur þetta bara setið hjá, það er ekkert aðtvert að ég skilja líka stöðu þú ert en sko, þú er komin sem varamaður, þannig að... Já. Ég held að það væri allt í lagi, ég styð þetta, en sko, skiljið mig, það væri bara lítið óeðlilegt míns vegna að við tæki síðan afstöðu tillögurnar á seinni stigum, þannig að, mér finnst þetta bara mjög flott svona, en Þá ber ég þetta bara upp til samþykktar og þau sem samþykki gefa merki. Er einhver sem situr hjá? Já, ég kannski sitt hjá þá. Þá er þetta samþykkt af öllum fulltrúa Viðreisnar situr hjá. Er þetta lagt fram sem tillaga eða er þetta lagt fram sem bókun? Hvernig? Endurtökum aðeins. Heimir spyr hvort þetta sé sett fram sem ályktunartillaga eða sem bókun, er það ekki? Já. Mér skilst að við getum ekki sett fram tillögu heldur ályktunartillögu. Hvað er vænlegra til árangurs? Það er bara tillaga fyrir náttúrulega bara ef þetta er hreint tillaga fyrir mig gegn borgara og þaðan inn í væntanlega vísa til skipulags- og samgönguráðs. Hvað er fljótvirkara? Bókunin, þá sendi ég hana morgun á fólki sem heldur utan á skipulags- og samgönguráð. Er það ekki bara fljótlegra? Hvað segir þú, Pavel? Ég held að bókun sé fljótlegur. En ályktunartillagan er þyngri, það er svona meiri þyngd í henni, það þarf að taka afstöðu til hennar. Bókun getum við sko leitt hjá okkur, en ályktunartillaga, nú erum við farin að tala um einhverja stjórnsýslu meðferð og... Já sko, það sem er auðvitað þægilega við bókun að þá get ég bara sleppt að vera með í bókunni, en ályktunartillaga þurfti ég að setja hjá sem væri kynningu sem myndi gefa til kynna einhvers konar andstöðu sko. Ég skil þig, ef við ekki bara byrja á bókun og við getum þá alltaf bara breytt þessu og sendt frá okkur tillögu síðar. Og fylgjum þessu þétt eftir. Og ég heyri að það vilji hjá formanni til þess að taka þetta fyrir, þannig að við heyrum það. En Pavel, ég er þess að fara að bjóða þér útverð. Takk fyrir það. Sendum við post, ég þykki. Þá er þetta þess til að samþykkt og Pavel, bókun samþykkt og Pavel situr hjá. Og þá höldum við áfram dagskrárfundar. Takk hérlega fyrir þetta. Það verður mjög gott að fá aðgengi að þessum glærum eftir fundin, Pavel, að þú getur deilt þeim með okkur. Við erum komin langt fram yfir fundadagskrá. Það er bara svoleiðis. Ég ætla að aðeins að ráðfara með Heimi og setja á mute.
eða getum við sett Mér langar að bara bera það upp í fundin að við tökum núna næst lið 6 og 7 á dagskrá og reynum að hafa hraðan á. Það er bara vegna þess að það eru tímamörk á þeim liðum að skila inn athugasemdum við þessa lið. Það gerist fyrir næsta fund hjá okkur, annars hefðum við getað frestað. Er einhver sem gerir athugasemd við það? Þá myndum við tala um nýtt deiliskipulag við Hlemm og svo deiliskipulag vegna lóðarinn nr. 1 við Háalutsbraut. Haldur svo áfram. Ok, og ég bara bið okkur öllum að tala í stuttu máli og að sjálfsögðu verður fólk samt að fá að spyrja en að við reynum að drífa okkur áfram með málin. En þá förum við, það er enginn sem að mótmælir því, fólk samþykkir það og þá förum við í lið 6 sem er bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna auglýsingar og tillögubreytinga og deiliskipulagi vegna Hlemmur reitur 1240. Umferðarskipulag og það er til framlengingar og Pavel, þú ætlaðir að leiða okkur aðeins inn í þau mál, þessar breytingar. Við erum búin að fjalla um Hlemm svona áður en þetta er breytingar á því skipulagi. Já, þær eru ekki mjög fyrirferðarmiklar, svo það sé sagt. Þetta svæði sem ræðir og þetta er þetta torg sem hefur verið hannað og fyrir sér mikla breytingar að gatan, Laugavegum kemur ekki lengur það niður, heldur beygir inn að Hverfisgötu þar sem verður þá gata fyrir borgarlínu og hjólastíga og fyrirkomulagið á umferðinni er þá svona, en ég tek fram að deiliskipulagsbreytingar sem við erum að gera núna eru bara aðalega minniháttar tilfærslur á hlutum eins og þessu umferðarskipulagi einhverjum gámum og einhverjum þannig sem bara ræðst að því að við erum sannlega að fara að ráðast í verkefnið og bjóða út núna til þess að geta hafið standa í sumar. En umferðarfyrirkomulagið að þetta, það er bara samfellt torgsvæði sem nær þá yfir. Við sjáum rauninni hér, þetta bláa er aðgengi fyrir vörulosun, það er hér og svo eru akstursleiðir inn á einhverjum stöðum þess að inn í Þverholtinu þar sem er íbúðir hér, þarna er akstursleið og svo þegar að það verður ákveðið uppbrot á Snorrabrautar stað þar sem er stefna þá að rauninni íta gangandi og hjólandi og almenningsumferð meira átt undir höfði og þá er áfram þarft að gera ráð fyrir ákveðinni keislu á milli og svo erum við borgarlínun hér og hjólastíga beggja vegna hennar. Þannig að þetta er svona grunnurinn. Þetta eins og í grunninn hefur verið samþykkt áður og við erum fyrst og fremst með minniháttar tæknilegar breytingar á lögnum og ýmsu öðru. Takk fyrir þetta, Pavel. Er einhverjar spurningar eða athugasemdir? Viltu kannski opna bréfið til okkar, Heimir, sem fylgdi gögnunum? Við höfum alveg fram í apríl til þess að skila inn umsókn ef það er, þannig að við getum haft tíma á milli funda til þess að ræða þetta okkur á milli. En að gera það fyrst við höfum já, og Sigfús hefur beðið orðið, gjör svo vel Sigfús. Þetta er kannski mista aðeins að þetta er hugmynd að fara í loftið eða fara af stað. Þannig að ég bara velti fyrir mig með þarna er talsvert aftur rútu fyrir þetta gegnum Rauðarárstíginn inn á það þarf að vísa henni frá eða í gegnum skipholtið eða Brautarholtið þarna fyrir ofan. Ég náði því ekki alveg, eins og sé, áttam ekki alveg á tímaramanum. Takk. Já, svo er ég ennþá að deila. Fyrirgeðu. Þú getur deilt núna? Já. Eftir því sem ég skil þetta, og þetta ég er ekki fengið því að þetta er málið þau undirbúningi, þá verður samt fyrst farið í þennan kafla hér, sem er þá fyrst frá Snorrabraut og upp að Hlemmi. Þannig að fyrsti parturinn sem varðar akstur á þessum rútum eftir Rauðarárstíg allavega hér, það mun ekki hafa áhrif á það í fyrsta kasti. Takk. Eru fleiri með spurningar hérna?
Það umsagnarfrestur til 13. apríl. Ég velti fyrir hvort við ættum ekki bara að, eins og við höfum stundum gert, þegar svona hefur borið undir að formanni sé falið að fylgja eftir. Hvernig hefur við orðað þetta, Heimir? Samþykkt að fela formann í samráði við ráðið að skila umsögn fyrir tilskilin frest. Já, ef að fólk óskar eftir að skila umsögn, þá hefur við bara það svona, það opið. Svo lagt fram til til formlegar samþykktar á fundinum eftir. Já. Til að tryggja að umsögn berist fyrir tilskilin frest. Já, fyrir ykkur sem eru kannski búin að sitja að fá að fundi með okkur, þá gerum við þetta stundu þegar við lendir svona málum milli funda og þá höfum við afgreitt það okkar á milli í tölvupóstum og sendt frá okkur á viðandi stað, en að sjálfsögðu tökum við síðan upp formlega á næsta fundi eftir afgreiðum. Einhver sem hefur athugasemd við þetta fyrirkomulag? Nei, þá bara samþykkjum við þá bókun, eða þarf ég að bera hann upp til samþykktar frekar en að hvort það sé ykkur á móti? Mér heyrist engin hreyfa bókun. Nei. Þá bara höldum við áfram í lið 7 á dagskrá sem bréf umhverfis- og skipulagssviðs vegna auglýsinga og tillögu breytingu á deiliskipulagi vegna lóðarinnar númer 1 við Háaleitisbraut og umsóknarfresturinn við það 8. apríl. Það er líka 13. Það breyttu. Ok, þannig að þetta bæði 13. apríl, það örugglega bara rétt fyrir páskana. Og þetta lóðin við Valhöll, þar sem á að byggja verið að tilkynna að það að byggja íbúðarhúsnæði, 27 íbúðir. Ef við opnaðum deiliskipulagið, eitthvað sem þið voruð að velta fyrir ykkur, þið voruð að kíkja yfir þetta. Ég sé að Sigfús búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel, Sigfús. Ertu til að opna skráargatið? Já, takk. Ég aðeins að velta fyrir mér að því ég sé að það talsvert breyting innakstri inn á það Háaleitisbraut 1. Þá var hún komin á þessum litla stubb þarna þú kemur inn og ég bara velta fyrir mér hvort að þetta sé hvort sé búið að reikna umferðina sem muni myndast að því þarna ákveðin beygjuljós og ég bara hræddur að þegar á þessum tíma þarna verður íbúðarblokk með tímanum að þarna verður umferð inn. Ég áttum ekki alveg hvernig hún á að fara út, hvort hún fer í gegnum braut Bolholtið. Þarna getur myndast einhver tappi, þetta svona miðri brekkunni eða ekki, svona smá ágjör af þessu, ef ég skilja þetta rétt. Takk. Já, takk Sigfús. Þetta eitthvað sem þú myndi vilja fara nánari útskýringu á ef við myndum reyna að fá svör frá sviðinu? Ég minnst vert að kanna hvort þetta hafi verið umferðarmælt því þarna verður talsverð umferð, þetta fólki sem var að koma inn í raun og veru þarna hverfið og kemur þá frá neðan frá, að koma á Borgartúni eða á Kringlunarbrautinni og að fara inn í þetta hverfi, Holtahverfið í raun og veru, Skipholtið og þarna gæti verið flöskuháls ef að fólk sem að beygja hana mikið inn, bara komið beygju sem hefur ekki verið, eins og ég skil, og líka bara hvar út umferðin að fara. Ef hún að fara í gegnum Bolholtið og þar niður á Laugavegi, það svona einhverja örlítið kannski frekari greiningu. Ég tók til því. Takk. Já, takk. Við getum sendt svona fyrirspurnir núna bara eftir fundin, kalla eftir upplýsingum þetta, ef þú kannski nóterar það hjá þér. Það var gert samgöngumat fyrir þetta svæði upprunalega, þannig að rætta óska eftir því. Já, ok. Eru fleiri sem vilja taka til máls hér? Þá skulum við Sigfús kalla eftir þessu mati og ég deili því með ráðinu og legg til að við afgreiðum þetta eins og við gerðum við lið 6 þar sem að þið felið formanni í samráði við ykkur að ganga frá umsókn á milli funda fyrir tilskilin frest og þá mun ég kalla eftir þessum upplýsingum og deila með ykkur. Samþykkir ráðið það? Já, það er samþykkt. Þá hoppum við aftur í dagskrá og förum í lið 4 á dagskrá sem málefni grenndarstöðva. Og erindi kom frá íbúasamtökum miðborgar þar sem þau voru með fyrirspurnir fjölda grenndarstöðva og fjölgun þeirra og á hvaða stöðum og tæmingu og slíkt og við bjuggum bara til spurningarlista sem við sendum inn til
umhverfis- og skipulagssviðs varðandi þessi mál og í 2 liðum, annars vegar fyrir miðborg og hins vegar fyrir Hlíðar, af því þetta náttúrulega bara málefni sem brennur á íbúum í báðum hverfum og örugglega öllum hverfum og fengum svona formleg eða óformleg svör sem að ég deildi með ykkur hérna fyrir fundin en þau voru ekki útsendum gögnum. Og þarna við förum bara yfir, þá var hérna mynd úr borgarvefsíðu þar sem má sjá grenndarstöðvar og 500 metra radíus út frá hverri stöð og svo koma hérna miðað við að stöð sé ekki lengra 500 metra frá heimilum og svo kom svarið hérna fyrir neðan við spurningunum og það sem sagt hérna með miðborginni að það sé verið að vinna tillögu að skipulagi fyrir nýja stöð í gamla Vesturbæ sem dekkar það í Grjótaþorpi sem telst vera miðbær. Dekkun góð í miðbænum í Grjótaþorpi sagt þarna og það sé eina stöðin sem er að fjölga, gámar séu tæmdir með við notkun þeirra sem er mjög mikil, pappírsgámar eru tæmdir flestir 2 í viku og plastgámar 1 sinni og ef að það fæst samþykki fyrir stöð í gamla Vesturbæ verður það djúpgámastöð og svo kemur svarið þarna varðandi Hlíðarnar og þá til skoðunar að bæta einni stöð við austanar Hlíðar, til dæmis svæði Stigahlíð Stakkahlíð, það hins vegar bara í frumskoðun. Dekkun í Hlíðum góð nema í Hlíðarenda en allir íbúar þar fá þjónustu heim, þannig að ekki vantar nema glergám. Og það talað þarna pappírsgámar Flókagötu séu tæmd 4 sinni í viku og þá að setja djúpflóknastöðu á Flókagötu við Kjarvalsstaði, við letum hana nýja stöð með djúpgámi þar og færum stöðuna líka til að minnka ásýnd frá götu. Áform fóru grenndarkynningu fyrr og íbúar sendi inn talsverðan fjölda mótmæla. Embætti skipulagsfulltrúa ákvað þá að færa þetta inn í vinnu við hverfisskipulagið og í samráðsferli. Og það framkvæmdin í Flókagötu frestast í þangað til hverfisskipulagið staðsett og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Herðu, Sigrún, þið senduð erindið til okkar. Viltu kannski eitthvað bregðast við þessum svörum? Þetta svona með það sem þið voruð að hugsa í íbúasamtökunum? Já, það hefur komið kvörtun sko að fólki finnst ekki nóg mikið að gámum, þá þetta allir gámar sem við vitum en það var svona spurning hvað þetta þá bæta við sko gámum, en þá vitum við það að við fáum ekki fleiri gáma, en tæmingin hefur bara ekki verið nógu góð og við vorum með þetta áður en það kom í fjölmiðlunum að það var allt fjúkandi allt og það var nú ansi verst á þá. Það þarf að ég myndi ítreka það að það sé betur athuga með tæminguna. Þetta er ekkert einsdæmi, það er mjög oft og sérstaklega Óðinsgötunni og jafnvel upp við Hallgrímskirkju þá bara verið að leggja við hliðina dótinu og eins og Óðinsgötunni daginn, það var það alls í slamtur, fauk allt allt. Akkurat. Þannig að þið metið að þetta sem hafi verið vandi sem hafi verið til staðar fyrir áður en þessi... Algjörlega. Og ég þekki það bara sjálfa, ég sjálf að keyra með sorpið vestur í bæ eða fara með það vesturbæ í laugina þegar það laust þar. Ég er byrjt að keyra heim aftur með drasli. Þannig ég ætla að segja, það þarf bara, Reykjavík þarf að huga betur á tæmingu ef það á að hvetja okkur til að flokka. Þannig að það sé stærra atriði heldur en að fjölga stöðunum, bara auka tíðni. Já, ég ætla að segja ljósið þessar upplýsingar, já, þá myndi ég fyrst og fremst biðja það að það yrði tæmt betur og svo náttúrulega sem að var velta fyrir sér við Hallgrímskirkju eitthvað í spurning að verði djúpgámar en samkvæmt þessu þá virðist ekki eiga að vera. Viltu gera drög að bókun eða ég hreypa niður? Ég ætla að opna spjalli hvort að fleiri hafi beðið orðið. Við gætum þá bókað og óska eftir því að það verði tæmt oftar. Já, Sigfús var með spurningu. Og Sigfús er með spurningu, gjör svo vel Sigfús. Já, takk. Ég get sumpart tekið með grenndargámana, sérstaklega hérna í Flókagötu því ég býrði þar og mér finnst kannski þetta var hluta kynningunni að það sem verið að setja oft og þess sem að Sigrún er að benda og ég alveg tekið eftir þessum Flókagötu að fólk skilur eftir stórt efni sem að það kemur ekki inn að gámana af því að það bara ekki gert ráð fyrir þess að það fara með stóru hluti, þetta svona smáu hluti, dagblöðana sig. Svo komum við með heilu íkvæðakassan og komum ekki fyrir og skilja eftir þannig að ég hef allavega ekki upplifað að þið séu oft fullir. Ég finnst að oft upplifað alveg óbærslega slæma umgengni. Ég veit ekki hvort að það skrifa svo borgina en þannig svona hvort að hluta kynningunni að þessi gáma séu notaðir fyrir dagblöðana slíkt en ekki heilu
og pappasamstæðin sem koma úr Vestmannaeyjum. Þannig að það er eina sem ég teki eftir, bara sem íbúi mjög nálægt Grandavík. Takk. Já, Sigrún, gjörðu svo vel. Já, mér finnst að vera það sem ég að tala að það að þeir eru á fullir gámandi, fólki kemur ekki dagblöðunum, þess vegna fjúka þau allt. Jú, hitt líka, en ef það allt fullt, að þá fólk að skilja eftir bókarum með dagblöðunum að því það kemur ekki, þú veist, það eru litlu hlutirnir úr plasti. Og það bara mjög algengt að þeir eru bara fullir, og fólk að reyna að tróða inn og þetta fíkur bara allt. Mér finnst þetta bara sóðaskapur því að það eru rottur hér og fleira sko, og mávarnir og Já, þetta ekki sérstaklega slæmt við Óðinsgötu? Já, það alveg eins líka við kirkjunum. Já. Ég myndi segja að það gammandi sem eru bestir, þeir eru alltaf niður við Vastíg. Það ég bara vita enginn af þeim. Það eru konið svakalega fínir djúpgámar. Já. Já, ég þokka allt. Já, ég get alveg tekið undir. Mér finnst þetta að vera, ég orðið verið það, mér finnst gámarnir til dæmis við Kjarvalsstaði mjög oft fullir. Já, og myndi meta það að það þyrfti að tæma oftar og að auka svona umhirðu í kringum þá, sem myndi kannski bara batna strax við að tæmingum fjölgað. Gjörðu svo vel, Þórey. Já, ég bara, sem sagt, þetta náttúrulega þetta aðgengi að gámanum, nú ég frekar lágvaxin manneskja, þannig að það fyrir mig, ég að koma plastinu ofan í, að þá vill það oft fjúka, þú veist, ég að taka svona eina núku og reyna að setja inn í gámana. Og það á nokkru stöðum þar sem að þú kemst, eins og í Hlíðunum ekki djúpgámar. Þannig að í bústaðahverfinu þá eru þau með svona aðeins göngustíg upp, svona hækkun. Þannig að fyrir okkur litla fólkið að við komumst að gatinu til þess að henda. Já. Þannig að það sé kannski meira svona svæði í kringum þar sem við erum með gámana. Þannig að og nú náttúrulega líka verið að fara að fjölga, nú koma málmgámar inn í og það talsverðar breytingar framöndan hjá endurvinnslu, þannig að það spurning hvort að bókunum geti verið þá ávarpað bæði að tæmingum fjölda, umhirða aukin og aðgengi að gámunum verði bætt. Það verði alltaf að skoða. Fyrir lítið fólk. Já, fyrir litla fólkið. Aðgengi að gámunum verði bætt, bara þannig að hendi fleirum. Það var ekki fleiri beðið orðið, þannig ég ætla bara svona aðeins að bæta þessu með aðgengi inn í bókunina. Þannig að eitthvað þessarlega íbúar á miðborg og Hlíðar leggur til að tæmingum verði fjölgað bæði í miðborg og Hlíðum. Aðgengi að gámunum eða myndum að segja stöðvunum eða bara sjálfum gámunum. Það eru gömlu gámanir sem eru Já. Þeir eru að flóka ennþá. Aðgengi á gámunum verði bætt og umherða stöðvarnar verði aukin. Það er mat ráðsins að vandi hafi verið áður en tafir urðu vegna COVID og veðurs. Er þetta eitthvað? Ok, þá ætla ég að afrita þetta hérna hjá mér og deila inn í spjallið. Og gá hvort við getum þá, hvort að þið tækju undir þessa bókun, þá bara í báðum hverfum. Vilja ég lesa hann upp aftur þeir sem eru ekki með hana á skjánum eða? Já. Er einhver með athugasemd við þetta? Nei. Þá bara ber ég, Sigfús, ertu búin að sjá hana? Já, ég er búin að sjá hana, samþykki. Ok, þá ber ég hann upp til samþykktar. Beð fólk að gefa merki eða samþykki bókunina. Það er þá spurning hvort að Pavel ætlar að vera með í þessari bókuna. Og það heyrist ekki í þér, Pavel? Bara fórsins vegna það að ræða ákall að sem fer í sér einhver útgjöld og forgangssögum, þá er það örlítið snúð fyrir mig. Þannig að ég bara ætla að sitja hjá. Já, takk. Þá skoðast þessi bókun samþykkt og Pavel situr hjá. Heyrðu, ég bið ykkur afsökunar, ég hljópi yfir lið 3. Ég held við eigum eftir
nokkra lið, þannig að ég ætla að bakka hérna að lið 3 á útsendri dagskrá sem náttúrulega öll búin að riðlast til núna því við tókum þetta 2 liði fram fyrir og það svar við fyrirspurn íbúar Miðborgar Hlíða umferðaröryggismál á Hverfisgötu og Hanna, ef þú vilt kannski bara taka boltan, þetta erindi sem kom frá foreldrafélaginu inn til íbúarráðsins og við tókum inn það erindi og sendum þessa fyrirspurn inn á umhverfis- og skipulagssvið og okkur hefur borist hérna svar. Ég held að við allavega þykjum það að það sé gerð hraðamæling aftur. Já. Og svo, ég veit ekki hvort við höfum einhvern veginn að ítreka það að þú veist, þetta ein svona stærsta og þyngsta umferðaræðin í gegnum miðbæinn og þú veist, þetta innan skólahverfis, það krakkar sem búa fyrir neðan Hverfisgötu og líka staðsetningin á tónmenntaskólanum þarna fyrir neðan Hverfisgötu, þannig að það töluvert af börnum sem þurfa að komast yfir þessa götu og það bara mjög erfitt og það hvergi gönguljós á Hverfisgötunni og þetta umferð í báðar áttir og okkur finnst hún vera ofröð. Þannig að, já, og það ekki svarað heldur varðandi af hverju ekki gönguljós og já, bara hvernig hægt að gera betra fyrir börn og bara gangandi að komast yfir götuna. Við teljum þetta bara vera of hættulegar aðstæður þarna og of mikið af börnum sem þurfa að komast yfir götuna. Takk, Hanna. Ykkur fleiri sem vilja, já, Sigrún, gjörðu svo vel. Ég myndi vilja taka bara sama hvað sem að taka undir með Hönnu, að ég alveg hjartanlega sammála henni að það allt of hröð umferð á Hverfisgötunni, það býr fullt af fólk hérna fyrir neðan og það illgerðilegt að komast yfir Hverfisgötuna, það helst að maður geti komast yfir hana í Þjóðleikhúsið, því þar búið að setja svona eyju, en annars þetta og eins og bara hérna í Skoggahverfinu eða Turnunum, þar býr mikið af fullorðnu fólki og það með svona göngugrindur eða svona litlar sem fólk að fara og þau lengi að fara yfir og þetta bara stór hættulegt. Ég fæ reglulega athugasemdir, þannig og eins og blessu börnin líka. Já, og þetta svona gönguleið úr Austurbæjarskóla eða frístundinu Austurbæjarskóla niður í tónmenntaskólann og það þá við Vitastíg og Frakkastíg. Og það náttúrulega mjög langt fyrir börnin að fara niður Þjóðleikhús og til að labba upp aftur, Það alveg bara að fara, þetta alveg bara alveg frá Snorrabrautinni og Barónsstígnum og það öll þarna niður, Frakkastígur, Vatnsstígur, Vitastígur, þetta allt stórhættulegt. Og mér finnst foreldrar svolítið svona vera þrýst á af hverju ekki gönguljós. En því náttúrulega ekki svarað. Nei. Hérna, við getum náttúrulega kalla eftir nánar upplýsingum, við getum líka, ég held að við algjöru absolutt og við að taka undir það og óska eftir því að við fáum upplýsingar eftir að það verður gerð hraðamæling í götunni. En það má líka undirbúa, það má líka bóka við þennan lið, þar sem það myndu ítreka mikilvægi þess að þarna komi gönguljós og dragi fram þetta sem þið hafið sagt hérna og það alveg satt, það vantar í rauninni svona sjáanlega hindrun eða það að fólk sé mjög meðvitað ökufólk að hægja á sér og stoppa til þess að leipa fólk yfir ekki að það sé bara svona svolítið tilviljanakennt. Hvort fólk gera það ekki, Sigrún Gjörsson. Það væri á einum af tveim stöðum, þetta svo langur partur, alveg frá Laugarveginum á Þjóðleikhúsið, að það reyna einhvers staðar að komast yfir. Skrítið að þetta hafi ekki verið gert í endurgerð götunnar, eða gert betri við Þjóðleikhúsið, þá var komið svona raspur. Já, bara svo langt. En Pavel búinn að biðja orðið. Fyrirgefðu, fyrst Sigfús og svo Pavel, afsakið. Hérna, ég veit að gengi ekki þessum lið, ég aðeins að stelast að því held ég að rættum þetta á síðasta fundi eða þetta mál varðandi sem Eigum við að halda okkur bara við þennan lið þarna? Ég bara fóruði sko, þú mást þetta rétt sendum við inn að því við ætlum að ræða innsetningu hraðagreiningar rættum við ekki síðasta fundi eða áttu það eftir? Við sendum þetta frá okkur fyrir held ég 2 fundum síðan, eða meira. Ég áhitt bara beint við þig, takk. Ok, takk. Pavel, gjör svo vel. Já, kannski bara út af fólk nefnir þetta Þjóðleikhúsið, þá segir bara veist að gönguljós ekki eina lausnin alltaf, af því að þarna alltaf þessi Þjóðleikhúsið er búið að búa þá hönnunar áferð að í rauninni gangandi eigi ákveðinn forgang og akandi séu þá gestir í þessu rými, en að það líka laust og það smá getur stundum verið ákveðin hætta ef að við setjum ein gönguljós á öllum kaflanum
þá muni einhverjir ökumenn túlka þannig að þetta sé eini staðar á leiðinni sem einhvern veginn æskilegt að hann gangandi fari yfir. Þannig að sko, bara svo ég nefni þau sjónarmið líka, en ég minnst ekkert að því að panta aðra hraðamælingu og óska eftir henni. En bara við endurhönnun á götuinntextum borgarlínu þá myndi ég alveg vilja skilja eftir hönnuði að hafa aðra leiðir heldur en kannski bara tvenn gönguljós sem þá einhvern veginn svolítið festi í sessi ímynd götuna sem götu fyrir akandi fyrst og fremst. Já, auðvitað verður við alltaf óska eftir bara leiðum til þess að það sé öruggt að fara yfir götuna. Eða ég veit ekki hvað best. Algjörlega, það var náttúrulega, það erindi rauninni sem kom var svolítið skýrt með gönguljósin. Var það ekki? Nei, við óskum ekki sérstaklega. Það var ekki gönguljósin, það hendur bara örugga gönguleið yfir. Já, örugga gönguleið. Já, einmitt. En það má þá bara hnykkja á því, þú veist, ítreka mikilvæg þess að það séu hindranir fyrir ökutæki og það séu gerðar örugga gönguleiðir yfir Hverfisgötuna á kaflanum frá Hlemmi og að Þjóðleikhúsinu. Þú veist, þetta er Þórey og svo Sigrún, gjör svo vel. Já, og líka bara að það væri eitthvað sem kæmi til framkvæmdar það kannski fyrr heldur en borgarlína. Já, ég held að það sé ekki spurning. Núna, eða þú veist, ekki alveg núna en að það fari í, þú veist, eitthvað sem myndi virka þá fram á borgarlínu. Hvernig sem hún verður síðan. Þannig. Já. Sigrún, ég bara ljósa þetta umræðan, þetta mér hug að þó það væri sett sebrabraut, allavega það væri strúktúr af hvað þú gengir yfir. Það er ekki neitt á göttunum neistar. Þegar ég segi maður kemst yfir Þjóðleikhúsinu því það er eyja, en þá dettur mér í hug sebrabrautir. Það er gert ráð fyrir þú lappir yfir. Er ekki búið að vera eitthvað rannsaka svona hvað virkar á ökufólk? Er það hvað er öruggast? Hvernig hindranir fyrir ökutæki? Þú veist, hvort það eru sebrabrautir eða hvort það eru koddar eða hvort það er eða hvað það nú er, sko. Við erum svolítið með svona kokteil í borginni af alls konar lausnum. Þekkirðu það, Pavel? Er eitthvað svona ein leið betri en önnur? Kannski ekki okkar bundið þess að ákveða eða? Ákveðum vandamál við kannski mitt kannski svona óbúslega gönguljós þá er aftur upplifunin að þú meir ekki labba yfir nema fá þess ákveðna heimild og það er sebrabrautir gefa líka upp þá hugmynd ökumanna að þeir megi einhvern veginn séu í rétti alls staðar annars staðar. Mín bara svolítið róttæka hugmynd væri að í tengslum við endurhönnun götunnar í tengslum borgarlínu þá ætti bara að takmarka verulega aðra umferð Hverfisgötuna og eins konar segi þá við raunin umferð mögulega aðra átt og þá fyrir í raunin bara hverfistengda umferð fyrir íbúa en ekki einhvern mikinn gegnumakstur. En það er kannski, ég er ekki hér að boða eitthvað opinbera stefnu, þetta er bara hver mín skoðun er að þegar við lítum til þess að endurhönnun Hverfisgötuna þá ættum að verulega íhuga að takmarka rauninni umferð annarra ökutækja. Ég tek undir það. Já. Sigrún, gjör svo vel. Ég myndi alltaf fara til að Anna Kjörjús kalla eftir örygginu því að það er svo aðgjalda að kenna okkar fyrir. Ég veit að Hanna er að leggja draugabókun, þannig að þetta er alltaf, við erum alltaf er það bíðstu mín? Undir smá tímapressu í því. Við getum líka óska eftir hraðamælingu og tekið erindi aftur fyrir þegar hraðamæling berst. Það var líka... Ég seti þetta inn þegar bara lagið þetta og ég kann ekki svona orðalag. Á ég seti inn í chatið það? Já. Já, svolítið gott að hafa tölvu í þessari vinnu allri, svona. Ég fatt það ekki. Nei, þetta er bara fyrir okkar. Hanna, þú ert með tillögu bókun, viltu lesa hana upp? Ok.
Íbúar á miðborg Hlíða ítrekkar að fundin sé leið til að tryggja öryggi gangandi yfir Hverfisgötuna. Hverfisgöta er ein stærsta og þyngsta umferðaræðin gegnum miðbæinn. Fyrir neðan Hverfisgötu búa börn sem sækja Austurbæjarskóla og þurfa að komast yfir götuna á öruggan hátt. Þar er einnig tónmenntaskóla Reykjavíkur á Lindagötu og talsvert af börnum sem labbar í hann frá skólanum og frístund við Vítastíg og Frakkastíg. Við óskum eftir hraðamælingum og fundin sé leið til að tryggja öryggi. Við bara stoppaði þar. Öryggi hvað? Gangandi? Aftur. Vegfarenda götuna. Öryggi, já. Gangandi vegfarenda götuna. Einhver sem að vill mér finnst það bara hljóma mjög vel. Einhver sem hefur ábendingar? Gangandi vegfarenda. Vegfarenda. Farenda. Já, allt í góðu. Heimirlaga þetta. Ef það er ekki athugasemdi við akkurat þetta þá ætlum ég bara að bera þetta upp. Þessa bókun, mér líst vel á hana og fáum hraðamælinguna líka og fylgjum þessu eftir. Þá ætlum ég bara að bera þessa bókun með þessari viðbót gangandi vegfarenda við götuna hana eftir öryggi upp þau sem samþykkja gefið það til kynna. Örn, viltu? Ég sá hann vera í síma. Já, og Örn samþykkir, það er þá samþykkt. Ég ætla að halda áfram með að vera leiðilegur. Já, takk. Ég er búinn að vera það ítrekað. Í upphafi þessara bókunar stendur íbúar á miðborg Hlíða. Það er allt í góðu þegar íbúar eru saman þessa bókun. Já. Það var sama byrjun í síðustu bókunum Grenndarstöðarnar. Já. En það sem Pavel satt hjá, þá bara tók ég út íbúar á miðborg Hlíða og það er bara lagt til. Já. Það var bara og svo þeir fulltrúar sem já. Ég bara takk fyrir ábendinguna Heimir og við bara treystum á þig að þú rýnir hér til gagns. Ég reynir mitt besta. Þannig að við erum bara ekkert nema þakklátt fyrir það. Áður við förum í lið 5, umferðaröryggi gangandi vegfarenda í ljósi snjóþyngsla, þá ætla ég bara aðeins að spóla tilbaka Sigfús að því ég sá þú settir hinn spjalli eftir að við lukum umræðu deiliskipulag við Háaleitisbraut. Er þetta eitthvað sem þú vilt fá? Hafðir vel óska eftir að væri bókun eða viltu að ég sendi þetta eða óskum eftir því að Heimir sendi þetta á sviðið? Ég get svo sem það kemur skýrt fram í bréfinu að þeir taka við óskum í frekar upplýsingar. Já. En ef að það vilji hjá ykkur að samþykkja það með einhverjum formlegri hætti að óska eftir aðgangi að samgöngumatinu sem Pavel tók fram að væri til. Það var ekkert títi fyrirstöð að bæta því við þess að samþykkt ykkur að fela þér Já, við vorum búin að bóka sérst að formanni sem falið í samráð íbúðarráði að bæta það við í bókuninni að óska sig eftir samgöngumati. Já. Finnst þið það nægjanlegt Sigfús að varst að hugsa þetta viltu að við óskum sérst eftir þessari umferðargreiningu? Bætum því bara við bókunin okkar. Já, af því að mér finnst ekki líka fyrir hvernig umferðin á að vera af því að þarna erum við að veita umferð talsverði inn í hluta íbúðarhverfis, þannig ég bara velti fyrir mér en kannski er umferðargreiningin einfaldlega bara nóg, þannig að við getum í sjálfu bara að byrja þar. Ok, þá bara berið undir ráðu hvort að við samþykkjum það að bæta því við bókunina að við óskum eftir upplýsingum var það ekki samgöngumat eða umferðargreiningu? Umferðargreiningu. Ég held að Pavel hefði sagt samgöngumat, ég þekki ekki tungutæki. Hvað segir Pavel? Er það umferðargreining eða samgöngumat? Samgöngumat sem við farið fram. Já. Okay. Þannig að ég ber það upp hvort þið samþykkið þegar við bætum því bókun. Örn, við verðum að sjá þig. Tekur þú undir það? Við berum þetta aftur upp til samþykktar þegar fulltrúi Örn, og fulltrúi Örn samþykkir líka. Bætum því við og vindum okkur í lið 5, umferðaröryggi gangandi vegfarenda í ljósi snjóþyngsla sem er hér til umræðu. Þetta er erindi sem við ræddum á síðasta fundi og Þórey tók saman erindi. Viltu kannski reifa það fyrir okkur, Þórey? Já, það er bara sem sagt ég ætlaði nú að vera með þetta smá glæru sýningu en það mistókst eitthvað smávegis en það bara sást núna í snjóþyngslunum hversu mikið vantar upp á öryggi gangandi vegfarenda þegar það snjóar svona mikið. Þegar maður er með vegagerðina sem er að skafa Kringlumýrarbrautina og Miklubraut
og það að hrúast upp á gangstéttar og sem sagt fyrir gangbrautarnar, það orðið sem ég var að leita, að þá eru gangandi vegfarendur ekki að komast yfir. Þú ert að klifra þarna eitthvað fjall sem náttúrulega bara ekkert nema klækið og blautt og óþægilegt, og ég vill eiginlega bara, mig langaði að biðja að það yrði skoðað nokkrir staðir þar sem að yrði tryggt öryggi gangandi vegfarenda á svona snjódögum. Að þeir séu ekki alltaf aftast. Því að það eiginlega ekki hægt að bjóða manni upp á það að fara yfir svona götur. Akkurat. En ég með glærur heima sem ég ekki bætt. Þú getur sagt okkur það. Ég get sagt ykkur það. Við vorum með, byggt á þessu erindi þínu, þá vorum við búin að gera draugabókun sem vilja þá bera undir ráðið. Ef það er eitthvað sem vill spyrja nánar út í, þá ætla ég bara að, eða Heimir, viltu kannski bara varpa upp. Þetta er ansi löng bókun, kannski ágætt að geta lesa hana líka. Já, það er líka leiðilegt kerfi hérna, leiðilegt að komast. Herru, þá er hér draugabókun og ég les hann upp. Íbúar á miðborgarhlíð óskar eftir því að snjómokstri verði betur sinnt á snjóþungum dögum og sérstaklega verði hugað að aðgengi og yfir gönguleiðir og að almenningssamgöngum fyrir gangandi vegfarendur og vegfarendur sem nota hjólastól. Á gangbrautum sem þvera stoppgötur og strætóleiðir myndast kantur beggja megin við göturnar eftir snjóruðninginn og það segir sig sjálft að því oftar sem snjóruðningur er að því hærri og meiri verður kanturinn. Notkun gangbrautarljósa á að teljast ein öruggasta leið gangandi vegfarenda til að komast yfir umferðargötur og þá óásættanlegt að ástandið sé búið að vera svo slæmt að ekki sé hægt að komast að gangbrautarljósum til að ýta á takkann. Annar staður þar sem snjóruðningur er til ama er fyrir farþegastrætó þar sem skapast sami vandi og háir kantar og skaflar safnast á stéttinni þar sem farþegar stíga niður á þegar farið er úr vagninum. Þetta er leitt af því þessi vandi skapast ekki vegna sjálfrar snjókomunnar. Þannig vantar bara síðustu orðin. Jú, heldur. Settum við þetta. Heldur vegna snjómoksturs annarra leiða og þessi snjór er þyngri, blautur, oft harðari og þá hlýtur að vera jafn mikilvægt að tryggja greiðar og öruggar leiðir fyrir gangandi vegfarendur. Þannig að við berum þá þetta, eða ég ber þetta þá upp til samþykktar þessa bókun og þið með gefa þetta í kynna, þið takið undir hana. Er einhverju með einhverjar ábendingar eða eitthvað slíkt? Páll, varst þú búinn að skoða þetta? Já, ég held að sé bara, við startum þetta bara íbúar hverfisins að koma á framfæri sjónum með sínum skilu þjónustu borgarinnar finnst kannski skrítið ég myndi við taka undir það með þessum hætti þá var ég náttúrulega beggja vegna borðsins þannig ég bara sitt hjá. Já. Herru, þá hafa allir tekið undir bókun og Páll situr hjá. Það er ekki að breyta aftur þetta íbúar. Ég skal. Já, Heimir sér svona tæknilega atriði þannig að þetta passa allt við stjórnsýsluna. Herru, þá höfum við lokið að fara yfir atriði 1-7 á dagskrá opins fundar og það eru málefni hverfisins í lið 8 og ég bara langar að minna á að allir fulltrúar í ráðinu og íbúar geta sendt íbúarráðinu erindi sem þau vilja verði tekin fyrir á fundi, bara hnykkja á því og vonandi getum við farið að halda opna fundi aftur þar sem fólk getur bara komið líka á staðinn og borið upp erindi undir þessum liðum mitt ef að brennur á fólki
og Sigfús upplýsir okkur að það hafa engar spurningar borist undir beinni útsendingu á dagskrá meðan að fundi stóð. Þannig að þá förum við bara að ljúka þessari opnum hluta fundarins og ég þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina, þeir sem hlustuðu. Það líka hægt að nálgast þessa fundi alltaf á netinu og horfa þá og hvetja ykkur eindregið til þess að senda á okkur erindi. Þá slekkir